Orðin 4 Mötley Crüe á fóninum og FM 95 blöður hafið göngu sína á, ég ætla bara að segja á geggjum föstudag. Auður Blöndal ég sitt í mínu sæti og það er fullur bátum eins og undanfarnar vikur. Þið sitja einn á móti með Egill Einarsson og Steindi Junior og drengir, eru þið ekki bara í gír eins og ég? Það held ég. Það er sko glampandi sól hérna í höfuborginni. Það er bara besta veður ásins. Það er úti núna. Já, ég á Íslandi allavega, ekki? Já, sko lampandi skugga, þá var þetta ekki það hlýtt, sko. Ég man ekki eftir, það er ekki búið að vera svona. Það er sunshine, Já, ég er í gír. Þetta sjá þróttaramerkið. Og líka gaman ég sé það vel. Skemmtileg tilhörun, ég er að fara að hella í mig með King Sól og Holmi í kvöld. Já, sem er þróttari. Já, bara þróttari nummer 1. Köttari. Já, hérna eitt besti ljósmyndari landsins, Baldur. Ef hann reyndar hlustur alltaf, hann er fertur í dag. Það er ekki bara að senda strax kveðju á hann. Innilega til hamingju með daginn, elsku vinnur, ég meina stráka, það er sól úti. Sól á þróttarmerki, það eru solid 3 gráður núna. Nei, voru ekki 6. Það er 6 gráður, þá er þetta langbest. En í sólinni er svona 18 gráður. Nei, í sólinni feels like 10. Er þetta ekki svolítið þannig? Þú ert kuldaskræða, veist það, sko? Já, það er samt ótrúlegt að mér langi actually bara að poppa kampaðinn og rinni í það því að 6 stegar hitti. Ég er ekki að grínast. Þetta er fyrst í grilli. Fyrst í grilli. Það eru grillað í dag, maður. En nú er ég samt að fara að gefa mönnur lestur. Og ég vona að Ríkharður Sól Guðnason, dagskrárstjóri F957 sé að hlusta. Kælirinn er tómur. Ennina ferðina, hann búin að lauma sér í kælinn, hann og þráinn. Sko, það láta ekki þriði. Það er eiginlega meira bara vonandi einhver frá Ölgerðin að hlusta, okkar fólk frá Túborg. Því að kælirinn er tómur og það er ekki við sem erum að drekka. Sko, ég þarf vel að neyðar áfyllingu. Ég er með galla með mér, ég er að fara beint þegar þátturinn er búin. Fer ég inn í klefa hérna, svissaði mig yfir í Excel gallan sem ég tók með. Svo er ég að fara að hella í mig hjá King Baldri, besti ljósmyndari í heimi, myndi ég segja. Edru. Já, það er skellur. Af því að kælirinn okkar er tómur. Hann er Ölgerðin að hlusta með drífukuringarnir. Til hvers? Það er tilgangslust. Það er því að bjórin klárast á núleitni og ekki drekku við hann. Það er alltaf svo mikið að fyllibist nú vinna hérna. Ég er ekki að grínast núna. Þetta er eitthvað sem ætti kannski að vera bara að ræða off-air, en við felum ekkert fyrir hlustendum okkar. Ég ætla að kaupa lás á helvits kælinn. Það er bara bestu fyrir Tommi Steindós, ef þú ert að hlusta. Þú ert búin að taka þinn síðasta bjór hérna frá. Hann er alltaf raging alcoholic. Já, það voru mistök að gefa honum leyfa á þetta, sko. Hann og Þráinn og Rikki, þessi 3, sko. Tommi Steindós. Þráinn er hættur. Þráinn er að lauma sér inga. Hann er það með lykilinn, sko. Tommi Steindós er alltaf með kóða á lásin, held ég, sko. Það er ekki eini maður í fyrirtækinu sem það er kóðan. Já, við þurfum þá að holfa þetta eitthvað aðeins. Já, þú veist, hann má drekka 5-6 fyrir hátið, max. Orðan þannig, eftir að sko Tommi Steindós fór á markaðinn, þá er kælirinn okkur tómur alla föstudag. Maður sá mikið mun á honum pre og eftir sambandslitin, sko. Það er rosalega munur á það. Eftir að bara hann auglistur á Deva fór vísi sem heitast í Piparsveit landsins, þá er kælirinn okkar tómur. Við höfum átt að koma hann á föstuðum og þá var öll þessi hæð að vera skáli kampavinnu og allir að hella í sig og svona stemningsstaður. Og líka veist hvernig þetta er, potið þannig að við erum ekki hérna og fólk er að hella í sig á miðvikudegi og þriðjudegi og fimmtudegi. Nei, það er endar lítið partí. Og sér kemur ykkur trúður eða skilur ykkur þjónustudildinni og er bara tekur á þessu headphone-in og vantar bjór. Hvert er það að fari? Hann fyrir kælinn okkar, þess vegna er ég að fara að kaupa lás á hann. Það meina, haldið að öll hægðin sem komin í kælinn? Ég meina svona 60 manns að vinna. Það er ekkert eðlilegt við það að við fengum sendingu hérna frá Ölgerðin daginn. Það voru sko 6 kassar á Túborg, 6 kassar af Light. Hvað, við fórum á eitthvað 1 skrali þegar við fórum á herrakvöldið. Þá drukkum við kannski hvað, 2 mannir í þættinum. Já, ég fekk 2 fóru allir kassar. Ég fekk 2 bjórar sem kælir. Það fór í Rikka og Þráinn og Tomas. Það er bara því miður stað. It's lock time. Það er bara að köpa lás og það er bara á mánudag. Það er Celsius í kælirum, sko. Ég elska Celsius, sko, en það er eina sem er það. Ég er að fara hella í mig, sko. Já, gaman að vera með 1 kaldan hann hér og leiðum við bústað. Þú getur tekið 1 Celsius og 1 bjór, skilur við. Það hlýtur að vera einhver bjór fram. Þetta segir maður sé bara ekki 1 bjór í öllu húsinu. Ég bara veit ekki eitt. Þú verður bara að tekka því sjálf. Nei, það er 20 ár blöð, sko. Já, hvað? Hvernig og ég að vita hvort þetta er bjór í húsinu því ég er búin að vinna þetta 20 ár? Ok, en ef einhver er að hlusta núna á 4. hæð sem vinnur á sín sem er sem allt kassið er hérna uppi þarna 4. hæðinni þegar ég lofa að þeir eru með kæli það Þetta er eitthvað trýtla niður með eitt kaldan fyrir eigin Þú veist, ég er ekki með því authority í 4. hæð Ég get ekki að labba með verktakadrasli mitt hérna og farið upp á 4. hæð, sko En ef einhver er upp að hlusta En svona grillus, getur ekki labbað Nei, það kemur bara Kemur rautt Það kemur ekki grænt, Við steindurum með authority þar Ég er mega monkey clearance Ég kemst ekki einu sinni yfir í stúdíu þar sem við tökum blöðkastu upp hann í mynd, sko Ég er ekki með clearance þar heldur, sko Það er þetta bara með annari hæð Ég kemst inn eina hurð Þú getur samt ekki verið brjálað því að þið var bóðið á síðustu afslátttímastu Það var reyndar í fyrsta skipti Það var bara með góðu fyrirvara Tveggjata fyrirvara Og fyrst konfetti í jólagjöf Sem var, þú veist,
þá við skrefið rétt átt sko. Þegar Egil senda á okkur Tveggja það var daga að bjóða mér ásatíð sem er á föstudaginn, á miðvikudagur en það er eitt ístrengir hvernig finnst ykkur samt hugmyndin, þú veist akkur er ekki núna bara sjálfsalar eins og það er sjálfsali hérna með samlókum og svona alls konar akkur er ekki vinn sjálfsalar út allt Kannski að því að aldurstakmarka á þessu. Já, þú bara hvað með það? skanna bröguskiptinni Skanna kortið, þú veist, ef þú ert Já, herru, það er bara hversu létt er fyrir úlinga að komast í áfengi eða konu sjálfsal út allt og þeir bara komast í kort frá frænda sinni. Þetta er svo rugglað. Þessi úlingar getur svona En þeir geta alltaf græða sér alkohól Já, nei, ég Það er alltaf úlingur, þú getur reddað áfengi á 5 mínútur Hvort viltu að krakkiðin sé að panta hálfan á baku hérna einhverja sjoppu eða fara í sjálfsalar Hálfan, hvað er það? Landið þá? Það er bara, það er nákvæmlega það sem það er ég er bara að segja blöð Þú veist, tæknin er þannig segjum að ég núna seti kortið mitt í sjálfsalan þá sjálfsalinn sér hvað ég er gamall því að kortið mitt er tengt mér Já, en það er svo létt að bara vera með kort frá einhverju sem er eldri Þá þarftu basically að fá ef þú fær kortlána ertu að tala um að fáið kortlánaði okkur frændaðin og fáið pinnúmerið og borgir og hans korti og milli fær ráan og eitthvað En ég er með lausn Ég er með vortunninglöst Það er til upp sem að skanna hausinaður og giska hvað átt gamall og þau eru ekkert eðlilega accurate Þau vilt ná þessu bara með max 1-2 ára max Þannig að þá getur bara skannaðar hausin Þessi gæði 23 ára approved En þá mætið með skalla, gerfi skalla og allskegg Nei þá voru að taka hausin af ykkur Það er ekki að skera hausin af ykkur og halda honum með skannan og þá sér í bjór Nei, þú getur farin í hókus pókus og kefti skegg og skalla og mætt Veitu hvað skallið því þá setur hún eldgamall? Nei, ekkert eldgamall En erum við að hætta að bóltsema Við erum að reyna að þroskast Ég er ekki að bóltsema bara bóltsemi Ég er ekki að bóltsema Ég er bara að segja Þú ætti að segja að þú getur bara að setja skalla og þá ertu hún ógeðslega gamall Nei, ekkert ógeðslega gamall Þá ertu bara hún eldri Ég veit ekki helliga 18 liðið sem er sköllótt núna Veitu, hvað er aldurinn? Sem að hvað? Má kaupa vín? 20 ríkin held ég Já, þú veist, þá ertu grátt skegg, skilur við En á hverju fyrir þau ekki bara svona tökum baby steps og fáum þetta fyrst bara í búðir svona áður en við ferum að henda upp sjálfsölum um allt land Já, við erum alltaf búum bara í sveitabæ skilur, Ísland er bara eitt stór sveitabæ Það getur ekki farið í búð Gýrur að minka þetta, við vorum í þvílíku gýra gott veður og nú er allir ef einhver á fjórðuhæðinni myndi fara niður og með kannski svo einn í skaldan Þú farin að senda fólk út allan bæ Já, bara hinga niður hæð Ég tala um milljarðamæringar á fjórðuhæðinni Það er engin kælir uppi á fjórðuhæðinni Sko, þegar þú ert komin á fjórðuhæðina þá you made it innan sín Ok, herru, en það núna Þetta segir mér að sé ekki bjór þar Lofaðari En af hverju getur Egill ekki núna að fara í síman og panta sér bjór hinga? Því að við búum í Íslandi Og því það er að fá hann strax Ég er ekki að panta núna og kemur klúan 7 Það er akkur átt að það er ekki með heimsendingu Ætli búi okkar maður hjá Túborg sé að hlusta og sé að koma með emergency rútu Það er úti hlaupandi sko Hann er besti hlaupari landsins Við fréttum það bara daginn Hann náskildu Frikka og Jóni Jónsson Það skal hlaupa Hann er ekki að hlusta núna og fara að fylla rósin í þá fjölskyldu Líka góð lestur á Richard Darskostjóra Þetta er líka svolítið Hann á sjá til þess að þau félagarnir mætum með fyrstutöðum að segja fullu kælir Það vona sig að hlusta Þetta er allt mjög spes Við þurfum ekki ræða þetta lengur Ég ætla að kaupa lás og Ég var til að 2 tíma þátt þar sem við töðum bara um kælin Það er ekki góð þáttur En það er samt kannski ágætt í þessum þætti að vera með eitt hot sem við fáum aðeins að töða Já, það er samt meira blöðkastið Við þurfum að töða meira Nei, ég segi bara basically að þú fær bara blöð Þú getur bara fengið, bara býður eftir því hotni Það er kannski miðjan þátt Þá færðu bara að losa En finnst ykkur ekki svona töð bara öllu leiti leiðilegt Þegar fólk er töðandi kringum ykkur Það er bara, hver heldur að hlusta á það í 2 tíma Það er skemmtilega töð og Vissulega, ég meina að segja bara það færðu bara kvarta, skilur, færðu að púst út Já, ég er bara, þetta eru bestu 2 tímanir í vikunni Ég nefnir ekki að setja þetta og kvarta Svo King Mike til dæmis hefur hingað til master að vera svona skemmtilegu töðar Ég myndi segja að hann verið Íslandsmeistari í töði Já, svona, hann töðar rosalega mikið, engi meira En samt kemur í einhvern veginn svolítið skemmtilega frá sér sem er hæfileiki sko. Við getum reynda að bæta ykkur þar Það eru allir auðmingjar nema hann Já, það er allir með allt niður sig En sko, það er svaða helgi Það er Tindastóll Keflavík á morgun á Króknum Og það er eins gott að síkja verið tróðfullt Þið töpuðu þið síðast? Já, töpuðum í Keflavík Hvað er 1-1 í þessu? 2-1 í Tindastóll Þannig að ef þeir vinna á morgun Og þá eru allir sáttir, gjaldkerinn og allir Þetta er það sem ég fílaði körfu Best of 3 reglan sko. Já, það er gott Það er geggjur regla Þetta ætti að vera regla í öllum íþróttum fyrst mér sko.
Sko, úrslitakeppnin í körfubolta er bara eitthvað besta sjónvarp hún finnur að mínum að það. Ég var að horfa á Þór hérna, Haukar Þór, ég dyrkaði það. Og ég haldi mig hverju liðinu. Þetta er mjög gott TV, gera þetta helviti vel. Sko, strafið, ég er líka bara, þú veist, körfubolti er svöl íþrótt, sko. Þú veist, ég er að spá ég að fara að vera aðeins duglegri í böskunni, sko. Í böskunni, þú að spila? Já. Ég lakar svo til, herru. Bara, þú veist, Sem minnir það, ákveður við ekki búin að taka upp þess að þryggja talandi töð, ákveður við ekki búin að taka upp þess að þryggjastæða kemna okkar. Við ætlum að gera það þrjúsleita Við ætlum að gera það í apríl. Af því mér lakar til að sjá skotstili, Steindi. Ég hef ekki háa væntingar á skotstil þinn í körfubolta. Það mun sökk. Alveg 100%. Ég sé það bara á honum að hann er ekki sjúður. Ég veist hann kasti fyrir neðan andlit. En ég sagði við, ég þarf að negla nefnir einum þrist. Einn þristur er nóg til að vinna Stoneman. Ég vinn þig ekki, þú ert að professional. En ég þarf einn þrist til að vinna. Ég steindir aldrei að segja, Steindi ekki 100 bolta fyrir getnið. Ég til að myndi setja bett á það. Ég kom að skemmtilega óvart. Ég vann blöð í þryggjastæða bara daginn, sko. Nei, ég setti 4-5 og við vorum með plastbolta. Ekki gleyma því. Og þetta var mínibolta. Settur þú niður? Það var 1-1 í keppni. Með plastbolta og Karlvan var lág. Það voru menn mökkaðar eða hvað? Nei, við vorum að veislust. Tókum 2 keppnir, 1-1. Þetta var, þú veist. Þetta er ekki að sýta að heyra. Ég er svo Steindi förðu segur í körfu. Nei, hann með plastbolta. Þetta er bara sem gerðist. Ég held að hann get ekki kastað alvöru körfubolta sem er með alvöru þyngd. Það var eini bolti sem var að það er bara komið með mér á að kíkja. Hann var bara á kantinum. Sko, máli er að þú veist, það var bara 1-1 og hérna. Helviti ekki, þetta eru hræðilega frétt. Er hann sjúður? Nei. Jú, við verðum að vera heiðarlega. Það var 1-1. Vertu þá heiðarlegur. Í fyrsta lagi, það var plastbolti. Já, öðru lagi. Það var ekki plastbolti, það var bara svona mjúkur. Þetta var plastbolti. Nei, þetta var ekki plastbolti, þetta var svona svampbolti. Í öðru lagi, þá vorum við ekki að taka þryggjastæðaskot. Við vorum helviti nálægt körfunni. Nei, stundum voru alveg bakvið hérna trilluna. Ég æfði körfubolti 15 ár, þetta var aldrei þryggjastæðaskot. Bakvið trilluna? Bakvið, hvað var þetta? Þannig að segja Steindi sé sjúrur þegar kemur á þryggjastæðaskoti, hann hefur ekki tekið. Nei, en hann hafi hitt samt ofn í körfuna. Með plastbolta lágri körfunni. Nei, ekki hitt í vannan. Nei, það er óþóldi hvað kemur óvart. Herru, 1-1, hvernig vannstu það? Já, ég vann þessa keppni og þú vannst eina keppni, það var 1-1. Já, það var það jafntefli. Það þurftu að fara svið. Er hann sjúr? Nei, hann er ekki sjúr. Herru, skulum fara yfir. Hefði mig verið pakkað saman. Þú veist að ég sver ekki upp á bönnin mín. Ég sver upp á, ekki bönnin, en bara allt sem er ekki vænt að hann er ekki að sjúrur. Það hafði engar á ekki. Auðvitað er ég að sjúr. Nei, þú ert það ekki. Ég tapa á móti Steinþóri í þryggjastæðakeppni. Þú ert að fara að gera það. Það er bara landi, sko. Það veit allir ég er sjúrur, sko. Ég er búin að sína það á live television, sko. Ekki byrja að tala um þess að Gumma Braga söguðina því að hann sést ekki. Ég ætla að fá Gumma Braga þetta. Ég ætla að fá hann til að standa fyrir fram að nefið á mér í þessari keppni. Það henda mér best. Ég þarf ekki að sjá körfuna, ég sé hann standandi hana. Í 100. stund, þetta var ekki andlitið. Ef að Gummi Braga mætir og nennir að standa hana með hendur upp í loft fyrir fram að nefið á mér, þá fara 10 bolta niður. Þú þarf bara basically að byrja því að láta staðfesta þessa sögu, sko. Þetta var á live television. Já, þjóðin sá þetta. Ég hitti vinn Gumma Braga einhvers staðar þar sem við vorum veislustjóra Steindi og hann var að segja að það sem að hann greið hefur fengið að heyra það út af þessum þristinum sem að var by the way aldrei í andliti, sko. Já. En, ok, ég tek upp hanskapir Gumma. Hann var á svæðinu en þetta var ekki andlitinu. Við erum góðu vinnir, sko. Þú og Gummi. Hann er ekki búin að ná svefn eftir þetta moment, sko. Við ætlum að fara yfir þáttinn og sko, það sem ber hæst er Don't Call It a Comeback, þekkið ekki og koma aftur eftir, 2-3 mánaða frí. Við erum með spurningkeppni Gilstrans sem að ég veit ekki hvað er í dag. Ég glemdi að spyrja það. Hvað er það að vinna með? Sko, King of Summer eða? Nei, málið er, það Summer er næsta 5. Já, í sumardagur fyrst í næstu viku. Svo því er að við erum on live radio daginn eftir. Það er komið sumar næsta þetta. Já, ég fýla það. Við líðum þessi sumar núna, en það er komið officially sumar. Þannig að King of Summer er næsta fös. Ok. Þá er þetta að finna ykkur gott konstant í dag. Þá var ég að hugsa um ykkur félagann og svona hvað ég hugsa fyrst um því ég hugsa um ykkur félagann og hugsa King of Addiction. Já. Sem er hérna, ég hef aldrei verið með það held ég. Þetta er ekki góð keppni. Nei, þetta er eitthvað sem ég er lítið áhuga að vinna allavega. Þetta verður með alls konar fíkn við hinn og þessu, sko. Ertu með keppni bara hvor okkar er meiri fíkil? Já. Ertu basically með hinn. Hvað er það að vera kallar fyrir það? Ég er búin á allan daginn í dag að gera research bara addictions. Og það er, fólk er í þetta klósettpapir, það er til addiction. Fólk getur klósettpapir, getur málingu, þefar á dúkkum með mjög vinsal addiction.
Drekka piss Pulla og okkar besta Pulla drakk einu sinni hérna því ég var að mála heima sko. Þá komst hún í, hún drakk bara einhverja 3 lítra flúkar. Hvað var hún með það addiction? Það er mjög algengt sko. Þetta var hundur. Ég fór á hund. Ég keyrði á 120 upp á dýraspítala í paniki. Var alltaf lægið það? Eða sko, þau bara höfðu aldrei heyrt þetta. Þau bara, var hundurinn að drekka málning? Já, bara, og hætti ekki eins og því ég var að reyna að, þú veist, bara æst í málninguna, sko. Og bara, jú, það var bara allt upp á 10. Það bara, hún höndlaði alveg málninguna. Já, höndlaði það alveg, en þetta var mjög spes. Þau hefðu aldrei heyrt þetta áður. Það hefði aldrei komið tilvík hvað sem að hundur drakk málningu, sko. Mér langar svo í hund, maður. Það er nóg erfitt að fá pössin fyrir 2 gríslinga. Mér langar í enskan bólabít. Stóra sem hrítu vakandi og allt í rugli. Það er svona ekta þú, eða ég veit þannig. Já, þeir þurfa bara mjög gott heimili sko. Já, og þið varst Allar í annan dóg. Já, alltaf. Ég fæði pottet hund sko. Ég ætla að fá mér þeirra yngri aðeins eldri. Bara, þau eru kannski Við erum 2 unga börn og hund og bara þá er þetta búið það. Já, það er yngar ágjur, það er alveg 4 ári í hund. Það er erfið að hund en börn sko. Nei, það er einhver mesta lígi sem ég hef heyrt ever þegar þú varst að ég var eitthvað að stressa máði að vera pappi. Þú sagðir, þetta er miklu léttar en eiga hund. Já, það er mesta rugl sem ég heyrt. Ég átti svolítið erfiðan hund sko. Ok, King of Addiction þekkið ekki. Svo er annað comeback í dag. Er ekki augljósa staðreindir að koma með comeback? Augljósa staðreindir sem hafa ekki verið lengi. Sko, máli er að það er 30 ára pása á þeim. Ég hlusta alltaf á hlustendur þegar ég fæ skilaboð. Og það sendi, ég gæti núna sagt að ég fengi fullt sko. Já, það er algengasta líðin, það er allir að spyrja. En það sendi einn. Vonandi er það fólk glatt yfir þessu. En ég fekk eitt skilaboð sem var hérna, hvað varðum augljósa? Ertu búin að gleyma þeim? Það er gaman að heyra þér. Og ég ætla að svara kallinu. Ég þarf að finna bettan þá maður. Hvað var það áttur? Mr. Selfrid. Þú þarft eiginlega að finna hana því að það er mjög erfitt að finna hann eitthvað online held ég sko. Þetta er hann ekki örgulega til? Ég vona það að hann sé hérna einhver staðar. Svo ég geti hendi Sturlaða líka og fleira. Það er þéttur og góð þáttur. Fellow Kids og það er allt í gangi þetta sko. En það segir maður það, ég get ekki 1 beer og hann fer í ammali til ljósmyndar of the year. Taktu bara hérna núna, ég er að fara að setja á lag. Það er ekki máli, ef það er einhver ungu blöðar að hlusta. Þú varst að hlusta á tvíhjöðu alltaf þessum tíma. Þeir eru verið 2 með það vantaði beer. Hefðu ekki mætt með hann bara nú leitnið það? Ég var ekki verið að byggja fólk að hvert eitthvað rugg. Nei, ég veit það ekki. Annars skrítið bara eitthvað sem ég ekki búin að gera þetta. Ungu blöð alltaf gert það bara. Hann er bara rokið út úr náðu sín að kópa þú býr sem bruna með það. Við hefum ekki þannig fans sko. Nei, ég gaf 2 og fullt af gjöfum. Er það ekki? Jó, sko, en fyrsti liður dagsins og nýjasti liðurinn hér í FNÍ blöð. Það kallast kannski ekki liður en jú, þetta er Hjómtæk Kúplaði, drengir. Eru þið tilbúnir? Er þetta þekkt lag? Já, þekkt hljómsveit á Íslandi. Þetta er fyrsta sinn sem ég set íslenskt hér í kúpin. Það er stórt. Ég man þegar ég var að hlusta þetta lag í kúpnum. Ég dyrkaði það, ég var með þetta í botni. Er það bara í slella með þetta lag? Ég var að giska á sikkort. Eitt gisk, mann. Þetta lítur að vera Sóldögg eða Sálin Ég ætla að segja Beggi Sóldögg. Nei, þetta er Jet Black Joe maður. Já, wow. Og sko, talandi að hlusta á Jet Black Joe í kúpnum og þá meira þess að keyrðu við, þá voru Jet Black Joe með ball í Hreiðavarskala og nei, Hreiðavarskala, heitir það ekki sem er á milli Borgarnes og Við vinnum í útvarpi sko. Já, það skiptir ekki. Vinnum á FM. Já, við fórum að balla ára og ég svaf í kúpnum. Það er rosalega. Ég náði ekki, ég var svo fullur, ég náði ekki. Lagður sæti niður og setti bara kúrikahattinn á andlitið og lagði þig. Ég var ekki með kúrikahattinn, ég fór á balli. Fór fullur í bílinn og fór að sofa. Og í svefnpoka eða varstu bara í fötunum? Nei, ég var í svefnpoka. Svefnpoka, og fórstu aftur í að hallaður sætinu? Hallaður sætinu. Ég bara ímynda mig hvernig þetta var þegar þú varst að spila. Er þetta higher and higher eða? Nei, þetta er uppáhaldsslagið mitt með Jet Black Joe sem heitir Starlight. Það er geggjað. Það er ótrúlegt að þessi hljómsveit af ekki orðið heimsfræg voru víst nálægt í Jet Black Joe og Páll Rósenbrans þegar þú ætti að hlusta þá var það great honor að fá því í 3. seríu af tónlistamönnum okkar. Kongurinn Paul. Það er alltaf svona, þú veist, eins og þegar maður hlustar á Jet Black Joe, það er svona eins og með Kalli og margar hljómsveitir, þú veist, þetta er svona þetta hljóma svo erlend. Veistu hvað ég veit? Mér finnst ótrúlegt að þetta lag, eins og Rain og fleiri lög séu bara ekki heimsfræg. Já, þetta hljóma basically svona öll lögin hljóma eins og þau eigi að vera heimsfræg.
Já, það eru nokkur alveg svoleiðis íslensk lög. Við höfum oft rætt eins og Þórunn Antonía Too Late. Já, og það ætti að vera. Já, hennar lag og líka Barfly La 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 la. Það eru svona nokkur lög sem hefðu kannski átt að vera heimsfræg sko. Já, hefðu átt að meika, talandum að meika, þá komið að slúðri. Já. Og í slúðrunu er oftast fólk sem hefur meika. Já. Og þess vegna vera slúðrumlög. Eru þið tilbúinir, drengir? Já, hvaða fólk eru að vinna með? Ég ætla að byrja á risafréttum, því að þetta er bara slúðrið verður ekki nýrra heldur en þetta var að koma inn á TMZ. Kylie Jenner og leikarin Timothy Chalamet eru víst að hittast. Timothy Chalamet, gaurinn sem var í Dún, hitt hún ekki Dún hérna, Sturlu myndin maður. Já, ég sá hana. Hún er geggju sko og hann þetta er bara basically hittasti leikarinn í Hollywood í dag. Er þetta ekki mynd, hefur maður ekki þurft að fara í bíó hana? Er þetta ekki alveg dörr? Ekki heitar en Brad Pitt og Hugh Jackman og Matthew McConaughey. En þú veist, hann var í einhverju annari myndun daginn. Við setjum hann í top 20 þannig meistara. Já, hann er heitasti í dag. Hver? Ég misti svolítið af þessu. Timothy Chalamet. Hann er ekki heitar en Nicolas Cage sko, en hann er orðum að hann er up and coming. Þú ert svona gæði sem horfður á Dune. Það er ekki eitthvað. Ég mista hann. Þú ekki eitthvað típa sem horfður á það. Hann er ekki Timos. Ég bara mista hann. Timothy Chalamet. Ekki Timothy Solo. Timothy? Ef þú getur stafa nafnið hans á þess að googla stendi, þá skulle gefa $1 billion. Þetta er svolítið frekar erfitt nafn sko, tjekka þetta. Þú sér það að þetta er skrifað með J og E, hlið við hlið. Timothy Chalamet heitir hann. J og E, hlið við hlið, það er, þú veist, við erum í útvarpi sko. Hefur ég alveg aldrei heyrt hann á gaur og þú ert að movie buff. Þetta er ángríks heitasti, það er fullt af bangiliði núna sem er bara grenjandi. Ég hef aldrei kveikt nema og sagði Dune, þá veist hvernig. Ef ekki sagt það, þá var ég alveg út að drulla. Ég var movie buff, ég er ekki movie buff. Kíktu bara á EMDB, sjáðu myndina sem er búin að vera. Þetta er ekki svo Tom Cruise, það veit ekki hver Timothy Chalamet er, skilur, þetta er ekki. Þetta er ekki Kurt Russell. Hann er verða næsta superstjarna. Bara pottit. Já, allt sem er bara frábært. Hvað viltu setja á borðið þarna? Ég er gambling man. Já, og hvað? Wow, hver metur af hvernig bettið er unnið að tapa, þú veist 100.000, hann verði næsti Tom Cruise superstjarna. Hann er orðin það, vittlýsingarnir ykkur. Nei, það er rosa munur að vera stjarna eða superstjarna. Já, ok. Það er rosa munur. Ég skal bara á næstu 5 árum. Blöðurinn er superstjarna á Íslandi. Þú veist, það var lappar í hagkaup. Sammála því. Það myndi lappar í hagkaup núna, inn í kringlulega. Þá myndi fólk svona kíkja á þau. Þetta er blöðarinn nú. Bólingar ónaðan. Og hver er þá Timothy Chalamet á Íslandi í dag? Ef að hitt er svona hver? Býtu nú við? Gústi B? Nei, Gústi Það er kongurinn. Gústi B, hann er þá Timothy Chalamet? Hann er kongurinn sko. Nei, af því að sko ég nenni ekki að ræta við ykkur Gaurin er superstjarna Ég veit ekki alveg Nei, það er bara Nei, sko, það er mjög reglega rétt hjá þér. Bara, takk. Þetta er hérna huggulegur drengur og stóð sér vel í Dune og líklega bara á framtíðina fyrir sér. Sturlu mynd. En maður veit aldrei, þú veit að þú bara einni drullu frá því að hæga sér, sko, maður veit aldrei. Já, ég var Kemur ljós. Horfum daginn, hérna, ég og Egil vorum bara ræðið í gær þegar vorum að skrifa lítið verkefni sem er í gangi að ég sá ógeðslega skemmtilegt á TikTok talandi það að þú drullar einu sinni að þá er kannski ferillin búinn þá er að fjalla stjörnur sem komast upp með að drulla en aðdáandi fyrirgefa þeim alltaf og það voru nöfnandi eins og Nicolas Cage, Adam Sandler og fleiri sem er alveg magnað að sumir bara komast upp með að koma með 20 hræðilega myndir í röð samt dýrkaðar ég meina sko Cage-arinn það er líka hægt að líka svo saman því að Adam Sandler líka Já, en Adam Sandler er náttúrulega ekki að gera myndir fyrir blöðar sko. Hann er að gera myndir fyrir 12 ára krakka í dag sko. Já, bara Cage er að dæla út stöffi sko. Já, það er bara svo Cage skuldi pening sko. En málega nýja myndir sem Cage hann er búin að vera í vesinni sko. Keipti sér ykkur risaðlu Heinagrind og Eyjundaginn En þið verður átt okkur því að Cage er að fara að koma út með rosalega mynd Renfield hann var í einhver rosalega myndum daginn ekki? Nei, bara hann er að koma út hann er að leika Dracula strákar. Já, það er eitthvað stórmynd Já, stórmynd, bara ég horf á trailer Ég verð fyrsti maðurinn í bíó, sko Ég er alltaf mikil Cage maður En hann er að leika Dracula og ég sé bara hvernig hann fara að gera þetta vel, sko Þetta er rosalega Dracula Við höldum í Cage Já, en vissu það, hann var búin að sko, eyða held ég meira í Elvis memorabilia Því við vorum að ræða það í blöggastinu Hvað myndi vilja kaupa af einhverju frægum sem þið fílið Hann átti vist eitthvað rosalegt Elvis og búin að eyða þvílíkum peningi sem hefur hækkaði verði í dag En svo eftir það, þá giftist hann
dóttir Elvis Presley. Þannig að þetta fór á svona annar level hjá honum. Elvis, vonandi var nú bara ástofangin aðeins og svona. Bara strákar, ok, nú er bara, hvenær byrjaði bara COVID og svona, hvenær eru svona 2020. Februar 2020. Ok, ef við spólum bara, segjum bara 2019 bara það. Veit eitthvað, Kate er bara að leiki mörgum myndum frá því 2019. Það veist að núna hefur heilt 4 ár. Já, 4 ár, það veist, maður hefur Eðlilegt væri 4 myndir. Eðlilegt væri bara 1 eða 2, max 1. Ok, maður sé, þetta er 1. Nei, svona 3 ár. Þetta er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 myndum 15 bíómyndum. Hann er bara leikið 15 myndum. Myndir eins og Jiu-Jitsu Primal, Grand ISO. Herru, getum við ekki hlerað hann að leiki Leynilöku 2? Já, Gaurinn virðist taka allt að Hann sér. virðist taka öll verkefni sko. Það væri alvöru trailer með Nicolas Cage Hann myndi leika bara í einu stóri hér á gramminu sko. Hann er til í allt sko. En Hann málið- er stemningsmaður sko. Ég ætla að segja ykkur ástæðan fyrir því að hann fær endalaus það veist, þú sagðir, hann tekur lélega mynd alveg saman hversu margar að hann er alltaf the shit. Já, Ég held að ástæðan er alltaf einföld. Ég er nú að skoða þetta 1995 sko, nei, byrja á 95 þá hendur hann í Kiss of Death og Leaving Las Vegas. Árið eftir Ekki glemma því að hann fær Oscarinn fyrir Leaving Las Vegas. Já, ok, sko. Hann er Oscarsverðlauna leikari. Ég ætla að útskýra rönni sem að hendi sér á Kiss of Death og Leaving Las Vegas 95 96 The Rock það sem að leikur Stanley Goodspeed Svakalega sko. 97 árið eftir Con Air Rosaleg. Næsta mynd Face Off Rosaleg. Þetta er rönd sko, Hvað varður þetta sko, ég er rönd, að koma með Það er engin mynd á mill Ég er lesið í direct order Það er engin ykkur Dracula er dröndul á að mill koma með Sé bara- Pikk var geggjuð Svo sko. City of Angels, Snake Eyes, 8mm Gone in 60 Seconds Hann var bara að dæla þeim út af Já, þannig er hann í hitturum sko. Já, og En þess svo- vegna fær hann endalast breyk Þetta er líka að þú tekur Adams handlið. Þá ertu basically sko, þú ert með Billy Madison. Þú ert með Happy Gilmore. Þú ert með Wedding Singer. Þetta eru allt í bara- röð. bara þessi, já. Þetta er Sturlaðan svipað. Waterboy. Svo fyrir þetta Southmaður. Þetta er svipar rönn En þessa myndi bara halda honum góðum að eilífu Já. Þannig að Karri átti líka Ace Ventura, Dömmi Mask, alltaf sama Hann var á þessu lista. Hann kemst upp með alveg saman hvað hann leikur í sko. En drengir, Basically Con Air græjar þetta fyrir Nicolas Cage En það er eitt í þessu hérna sem ég langar að benda á sko að því að ég er að sjá hérna, hann er að leika í svona 6-7 myndum á ári að meðaltali. og það er bara staðfest sko. og ég er bara að hugsa því að við höfum nú alveg verið oft í tökum hérna á Íslandi og svona þekkjum þetta aðeins að vera í tökum á Hollywoodmynd, hvað tekur einn mynd, þú veist, ef að gíska á hann taki 3 mánuði í tökum eða Kannski Já, er þetta ekki aldrei 6 undir vikur 40 Er þetta ekki dögum. 6 vikur eða eitthvað keisla Já, ok, 6 vikur En maður veit ekki hvað stórt hlutverk það er. Já, ef þetta er ekki það þú veist, Ég myndi- dýr mynd að þá getur þetta alveg verið bara mánuður. Já, ég myndi segja, ok, segjum að meðaltali sé allavega 2 mánuðir, þú veist, þetta er Cates og það er að vanda sig hana og hann þarf alltaf að fá handriti og hann þarf að læra texta Hann er að leiki nokkrum bíómyndum á sama tíma. Hann er kannski að leiki einni mynd á þriðuti og svo næst á Þú veist, fimmtuti. hann þarf að æfa, þau veist, vantarlega hittir hann leikstjóri og þeir æfa senur og renni yfir bíómynd er ekki og mæti bara, heyrðu, hvernig er þetta mándan í mæti, þú veist, þetta er ferli þannig að, þú veist, hvenar ef hann er að gera 6 myndir á ári það þýðir basically, ég meina, hvenar hann á ekki eina helgi frí, sko ég trúi ekki Hann er workaholic eins og við. Nei, hann er ekki hell í sig Ég var í slúðri hérna. Allavega ok, Kyle Jenner og Timothy Chalamet eru byrjað saman. Það er verið að tala um þau sér Timothy deyta. Chalamet, Já, næstu því- Tom Cruise Já, því að bíllinn hennar sást fyrir utan heima í honum og Ég byrju, þú fer allt svo hrætt í þetta, Tom Cruise Tom Cruise. Nei, hvað sagður? Nei, næsti Tom Cruise, hann er að tala um þessi verið næsta súperstjárni Ég er að tala ennþá um Málega er, ég veit að Það er liðið enginn sem er að að tala um hlusta Tom Cruise. Liðið sem er að hlusta er alltaf ótrúlegt með að minna okkur á hluti sem við drullum með og allt annað Nú ætla ég bara að byggja ykkur, spólum 10 ár fram með tíman Það er 2033, einhver er að rifja þetta upp núna Tjekkum stöðun á Timothy Chalamet Ef hann er the shit Já. Og ef hann er bara Tom Cruise þá Ég hlakka svo En til ef hann að- er búin að hæja sér Og Timothy Chalamet hefur ekki fengið Hann er bara Þá skulda ég þér. Hann er bara average í Hollywood Þá fara þau að fæja 100k frá blöð Já. Thank you Veitu sir hvað, ég hlakka til að hlusta á þetta okkur nýjum social media miðl sem er ekki búið að finna upp eftir 10 ár og það er bara, heyrðu guys Það verður námar í 100 á skall eftir 10 ára verður svo 200 kall í dag sko Ég get meina fílakarmelu líklega þá sko Svo er Eða þetta verður Ætlir þetta vísitöluna hvernig Nei, ok. ekki verið Jú, þetta er alltaf verðtryggt sko. Nei, sem betur fyrir ekki af því að vissur að því að ég er að fara að borga Á þessu ári. Á þessu ári þarf ég að borga allir 100 áskall. Við erum með 10 ára gammalt bett sem er á einn dag núna 2023 Já, af því að ég vildi meina og sko að minn maður í Janus sagði þegar hann var sjóðandi heitur í United fyrir 10 ára síðan og skoraði og ég var svo pirraður yfir að menn var að tala um að hann var ekki nógu góður. Ég sagði að hann myndi vinna Ballon d'Or eitt árið. Það var aðeins komið í mig þarna á stannu sem
sem vorum að horfa á Það verðist einhvern veginn ekki gilda sem ógilding að 2013 tókustu við hendur og ég segja að Janútsæ venni ekki Ballon d'Or næstu 10 árum. Nú bara komið 10 ár. Gaurinn kemst ekki í lið í dag. Ef að Janútsæ ekki fara að lifta Ballon d'Or þessu ári. Það er september eða oktober. Ég borga ekki fyrr. Hann þarf að setja helviti mörg. Blöðarinn myndi alltaf láta þið borga þetta sko. Ég er alltaf að borga þetta. Ég menn öll þjóðin veit það á þessu. Þannig að hann verður að borga ekki sko. Ég fá þetta í svona stífprentuðum glænýjum 10 með kvittunni frá okkar besta Ásgeiri. Hann er búinn að kvitta á 10 núna. Nei, ég er að spá að gera þetta hérna bara eins og Vinur Simma gerði við hann. Ég er að spá að láta þetta hafa þetta í krónu. Nei, ekki verið við blöð. Ég finn eitthvað skemmtilegt. Nýja sæðla og En að Janús að gæti tekið þetta, ég meni útlökuð það ekki. Nei, jú, það er útlökuð. Það er ángríns. Það eru meiri líkur bara á ég verið bandaríkjafórseti og ég má það ekki. Það er reyndar. Britney, vá, tíminn bara flaug hérna frá okkur. Britney Spears ætlar að gefa út ævisögu og hún segir að verði bombur, alls konar bombur í þessu og það er 100% svona bara ef maður skoða Instagram með hennar. Hún ætlar að fara og segist ekki hika við að henda vinum og vinkonum undir lestina. Hún þarf líka bara að selja þessa bók sko. Alvöru titringur í sum fólk þegar bara svona súperstjarnan sem er viniðin ætlar að fara að hendi í ævisögu. Þú getur bara sögur sem þú vilt ekki að hitta ef þú myndir segja það sama nú, segjum þú myndir koma bara út á morgun ég ætla að gefa út ævisögu og allir hérna vinir vandamennuna bara, þú veist, Guð bless ykkur. Krókurinn myndir nötra sko. Það er heldur margi viniðinni sem myndir svona það eru 3 sem myndir ég ætla ekki að segja nöfnuna það eru ekki bara að segja kúli andlítu á blöð það myndir bara að það er fiskur fyrir hurðina á einn daginn. Ég fengi 2-3 síndum. Fyrsta síndana var náttúrulega Steindi sem að myndi vera ekki að það ég eigi eitthvað á hann myndi vera bara býta hvað það er ekkert eitthvað að mig hann var það fyrsta síndana. Ég er þér á mótaður og myndir ekki minna svo kallið. Já, það var alltaf eitthvað skemmtilegt en það væri 2-3 síndum frá öðrum einstaklingum sem væri ekki svona þeir myndi fara hvað meinar þú alltaf hendi allt. Vonum bara að þið vanti ekki eitthvað pening og þurfum að fara í þetta sko. Nei, maður þurfir ekki að henda öllum til lestina. En myndu þið henda einhvern tímann skoða að hendi í ævisög tján? Eða finnst ykkur að bara er náttúrulega herra Nýtur sem er hendi í ævisögu bara 20. Mér finnst það alltaf Mér finnst ekki það bara skrifar og bara stendur bara og veist. Já, og bara einhverja sögur og stendur. Já, ég veit alveg skoða líka. Ég held að hella ykkur liði sem þið á að lesa það eða hlusta á. Samt, þú veist. Maður þurfti bara að hlusta á alltaf svo gömlega þetta og rifja þetta upp og já, ef maður tekur bara FNÍ blöð og blöðkasti þá er maður búin að segja allar þessar sögur sko. Það er svona margar að þeim allavega sem að mega fyrir loftið. Herðu, svo var þetta er leiðileg slúður og við skuldum auglýsingar fyrir löngu síðan. Nei, kottu með þetta maður. Fólk vil heyra þetta. Já, þetta var, ég man ekki. Jú, Jamie Foxx okkar besti maður, hann er líkur þungt haldinn á sjúkrahúsi sem er hræðilegt í Þýskalandi. Jamie Foxx? Já. Hvað kom fyrir hann? Það veit það enginn. Læknarnir eru ekki búin að senda út yfirlýsingu hvað þetta er en öll fjölskyldan flög þangað og hann var bara í lífshættu en er á einhverju smá batavegi og það var verið að tala um að hann var líka í tökum og það voru 7 dagar eftir að bíómyndinu og það veit enginn hvað á að gera. Var þetta eitthvað vonandi hristist það sér? Var þetta bóluefna tengt eða? Nei, hvað er byrjað þú með margir þetta eitthvað skrítið veikindi núna rétt eftir heilsufaraldur. Það var bara alltaf verið veikindi í gangi sko. En ekki það, ég sé eitthvað talsmaður fyrir vaccín. Við skuldum auglýsingar, svo ætlum við þekkið ekki í fyrsta sinn í langan tíma. Þetta er okkar besti maður MC Gauti sem er með þjóðatíðalagið í ár. Hvenær kemur, hvað er það, í maí sem að það kemur alltaf? Ég tippa á það að vera negla, það er svona mitt faglega mat. Ég gæti hafa heyrt brotur í því. Þetta er bara að fá preview. Og það er negla. Er það ekki? Já, sjálfsögðu. Hörru, ég ætla að byrja hlustið aðeins, ég byrja þjóðunum að hlusta aðeins hérna. Já, hörðu, Freysteinn. Já, ég kalla hann King Freysteinn. Hann mætti. Komið bjóra það koppar ykkur höfðingi meiti Freysteinn, niður í lobby hérna bankaði bara einu sín, hörðu, hérna, þið getur skuttla hans bjór upp í stúdíu til strákana. Þessi gæja að fá The Pulitzer eða fálkaorðu eða eitthvað. Þetta er vörðblöð. Þetta heitir að vera hlustand á tán. Já, topp maður. Og líka hann kom ekki með eitt sko, þetta er 6-8 bjór, mér langar bara milli fara inn á hann. Ég geti stela einum manna á eftir. Það er einn, skilið. En við erum að fara núna í dagskrálið drengir sem hefur ekki verið lengi og heyrið hvað lag er mætt. Það er ef ástinni hrein er komin undir sem þýðir að við erum að fara í þekkið ekki í fyrsta sinni langa tíma. Kaldur á fyrstinni. Já, þetta er alltaf på 10 hjá okkar manni. Hver vil að fara fram? Þið ráðið bara, hvor eitthvað vill fara fram á undan? Ég skal byrja að fara fram. Ok, þá byrjar June hérna með mér í þekkið ekki.
Nú, kósi okkur Já. Egil fann fram Hvernig ertu? Ég bara, geti ekki verið betri. Ekki? Já. Varst gott heima og svona? Hann hitti fullt af líði þarna frammi. Það komið strax í eitthvað partí, það er rosalega. Þess að hann hljóp fram Fekk eitt kaldan og hljóp fram í partí Já, já. En að því að þú sagði mér hvern daginn að vera búið að vera eitthvað vesina þér og Sigrún Er allt orðið gott eða? Æ, ég mátti ekki vera að segja svona Já, ég veit. hljóma hræðilega. Já, ég veit, ég var að grínast Herðu, leðilegt grín Ertu tilbúin eins og Já, ég er tilbúin. Já, fyrsta spurninga því að ég hef alltaf bara spurt ykkur hvað þið gefið hvorum öðrum Nei, hvað þið gefið sjálfum ykkur einhvern Já. Þannig ég ætla að spyrja núna Hvað gefið þú Agli í 0-10? 0-10 Já, bara í, útliti eða sem manneskju. já, bara svona já, í útliti Já, ég hefur ekki að hafa það þannig. Jó, við hefum alltaf haft það þannig Ég myndi segja 8. 8? Já, ég meina þetta er huggulegur strákur. Já, myndalögur drengur 8 það er góð einhvern, það er mjög hátt Já, Það sko, er vel yfir average ég meina hvað er 9, skilur, ef ég myndi fara hugsa að hafa hann í 9, hvað væri 9? Það er góð spurning Nei, er ekki, þú veist, þá Nei. ertu komin í bara Já, Rúrik. Já, Bjöllin og þetta lið sko Hann er ekki þar Nei, hann er ekki þar. Nei. Er það kannski 7? Þú gafst honum 8, ætlar að lækka hann Þetta er 7, 5, 8. Ok, hann fær rétt fyrir 7, 5 og 8 Nei, komur þú. Ok, hvort ætlar að segja 7, 5 Ég og 8? ætla að gefa hann 8. 8, Já. ok Hvað er skrýtnast við þig? Svona fyrir utan hvernig ég líti út. Þú lítur bara ágætt út Það er ekkert skrýtið við útlitið þitt Hvað er að skrýtnasta við mig? Já Er ekkert eitthvað svona sem bara Þú veist, jú, ég getur svarað helling með þessu Jú, það er náttúrulega Þú hellingur, ert stór furðulegur, sko Ég myndi ekki segja að ég væri stórfurðulegur. Skrýtin Já, in a good way Já. Ég er ekki að rakka það niður Nei. Já, fólki finnst það stundur, sko. Ég er náttúrulega að teka Og hefur það frá pappa þínum Ég, þú veist, ég held að sé örugglega hvað er að skrýtnast við mig? Hvað er það Sigrún myndi segja? Hún myndi segja örugglega, hún myndi segja að væri að ég er alltaf eitthvað svona, ég er með eitthvað svona lyktir á heilunum, held ég. Alltaf þefandi og Það skrýtnast við eltandi einhverja lyktir. Já, ég held það. Þetta er lyktir Þetta er stygt svar Nei, ekki svona. Hvað segirðu? Ég meina, þú getur ekki fara út úr húsinu en að tjekka á opnum, þú ert náttúrulega, hvað heitir þetta? Ósi Þú ert með fullt af einhverju svona rugli, sko. Þú ert náttúrulega með HT á háustíði. Þú ert með, hvað heitir þetta? OCDC? Já, OCD. Já. Þú getur ekki farið úti heima þegar hans að tjekka hvort það sé búið að helluna sé í gangi þó það hefur ekki verið að elda neitt. Nei, einmitt. Og tjekka á kertum sem hafi ekki verið kveikt á í einhverja vikur, sagði kona mér einhvern mann. Já. Það er stórfurðulegt. Já, og svona erfitt að fá hugaró. Maður er alltaf svona Þið finnst alltaf eins og sé eitthvað að Já, en þú ætlar að segja eldi lyktir, það er svona skrýtnasta Já, ég myndi alltaf. En veistu hvað, það er sko, þess vegna finnst mér svo gott að vera í tölvuna. Það er svona, þar sóna ég bara út, sko. Tölvaðin er svolítið ræktinn mín. Það er svona eins og bara að fara í jóga er bara fyrir mig að fara í tölvuspil. Ok Þá er það næsta. Hvað finnst þið svalast við Egil? Svalast? Hann er nú ekkert sérstaklega sval. Nei Hann er alltaf bara Sýtur þetta fram í joggingalla núna. Hann er svona joggingkall, sko. Já, með bjóri sinn, illa sáttur reyndar í símanum. Hann var síma fyrir að lokast í. Já. Er eitthvað svalt við hann? Já, sko, hann er til duglegur. Já, finnst þið það svalt? Já, mér finnst það svalt. Og ég held hann sé ekki mikið að spá í hvað öðru finnst sig, sko. Já, reyndar. Ég hugsa að það sé besta svarið. Já, hvernig myndir maður að setja það niður? Þá skilja ég bara, er sama hvað öðrum finnst. Já, ætli það ekki, hann er bara svona sama og ég öfund að Sveppa svo af. Já, Sveppi er náttúrulega þar er hann með vinningin, sko. Já
Já, ég held það. Ok, það er bara fínt svar, ég er sammálaður. Þá er það síðasta, ég hendi þessu inn að því ég var að hugsa eitthvað vikunni og ég var að horfa á Castaway. Við höfum öruglega einhvern tíma rætt þetta hérna á öllum þessum árum. Wilson, með Wilson og Tom Hanks. Mástu að sparkaði Wilson og sá þetta hent honum út í. Sorglegt maður, Wilson var búin að hafa þessu svo fíbl. Já, hann var búin að vera svolítið leiðilegur og tampínan þegar notaði skautan. Og ógeðslegt. Já, ég var að horfa á þessa mynd í vikunni. Hvor ykkar, þetta er svona pínu hvor ykkar inn í þekkið ekki sem að hefur undir alltaf verið líka sko, en þetta er svona 50-50 spurning í lokin svo að verði pottið 1 stig allavega. Hvor ykkar myndi höndla Castaway betur að festast einn á Eyðeyju? Það var ég. Fljótt svaran 100%. Það máli. Já, af því að ég get verið einn með sjálfum mér sko. Ég er alveg sko. En þú varst náttúrulega að borða og sofa og hvað getur það? Já, ég held að það skipt ekki sko. Það geta allir farið og borða eitthvað pöttur eða veikt eitt villisvín og fundið út við að veið eitthvað fiska og ég held að það sé ekki máli sko. Ég held að máli sé að missa ekki vitið sko og að geta verið bara á Eyðeyju og náða svona hafa eitthvað verið stafni. Ég held að ég myndi örgulega finna upp á okkur svona leikjum og ég væri bara having a great time held ég sko. Þú veist skilur, ég væri alltaf bara eitt skilur en ég myndi allavega svona ég myndi alveg bralli í mislegt skilur, ég myndi ekki sitja bara í sandinu. Ok, hoppaði fram, hendu Ég held að hann myndi gera það sko. Ræðum þetta bara eftir, sjáum hvað hann segir, kannski er hann sammálaður. Þetta voru svörin hans Steinda í listaðin upp hérna hjá prentaranum og á leiðin inn. Vel sáttu með ískaldan Túborg, léttur 0%. Það var engin vitleysa hérna í þessu stúdíói. Ready? Já. Hann var hreinskilinn og þetta er ekkit óþægilega spurningar eins og Var hann hreinskilinn? Já, og bara þetta er skemmtilegt. Ertu tilbúin? Já, ég var að spura, þú sagðir já. Semi. Við eins og ég sagði við Steinda, ég spurti ykkur hvað þið gefið sjálfum ykkur einhvern í útliti frá 0 upp í 10. Nú ætla ég að spyrja, hvað gefið þú Steinda? Sko, mér finnst hann mjög huggulegur. Já, myndalega strákur. Sérstaklega sko, þegar hann nýbúinn í klippingu og þegar hann búinn að snirta yfir að skeggið og búinn að vera í speglunum á svona pot í sig í kannski 30-40-50 mínútur. Basically bara hann er snirtilegur þá finnst hann Já, og líka það hann potar í sig, hann potar maður að glýsa alltaf í speglunum, þess að hann er alltaf seitt sko. Það gerir ekkert fyrir hann sko. Sko ég Hvað ætlar að henda á hann? Stundum er hann þegar hann sest niður stundum og nýkliftur og það yfarskeggir alveg. En ég er að byggja meðalengur, þú veist það? 10. Nei, ég er að tala þegar hann er með hárið upp á 10. Hann er ekki 10. Hann er rosalega huggulegur þegar hann er með allt. Það getur verið, á slæmum degi getur hann verið, þú veist, getur hann farið niður í 6-7 sko. Finnst það myndalegan Rúrik? Nei, það er ekki það. Þú gefa Rúrik 10? Jú, sko Rúrik er eiginlega bara ekki á listanum. Það er svolítið bara einhvern veginn svona súkkulaðibólar. Hann er 9-5-10. Hann er hann er 20 á 1-10. Það er ósækjað ekki að gera neinu það að hann sé viðmið þarna. Nei, en ég elskar Steind út í lífunu. Þetta er besti vinnu minn, hann er ekki 10. Hvað ætlar að gefa hann? Sko, ég nenni ekki eitthvað horsing around. Nei, ég vil hafa hann hefðið háan sko, því hann er rosalega huggulegur þegar hann er búin að vinna í sér og poti í sig. Ok, má ég gefa hann 9? Já, ok, 9. Bara hann er ekki 10. Enginn á okkur er það sko, hann er alveg á hreinu. Ég myndi að segja að maður er að slefa þetta í kringum 7 sko. Heldur að það var rosa áttur þegar hann heyrir að ég hef ætlað að gefa hann 10 og dómarinn hafði satt mér að taka það á hann. Ég skal bara spyrja hann eftir hvort hún finnst það. Ég veit að hún finnst það ekki eins og hann gaf sér einhvern veginn 8. Já, hvað er það skrítnasta við þig? Já, skrítnasta við mig. Það er bara Það er ekki skrítinn og Steindi. Já, sko, hann er mjög skrítinn Steindi sko. Já, hann er furðulegur. Það telji 50 hluti sem eru skrítnir við hann sko. En sko það er ekkert svo mikið skrítið við mig held ég ætlaði bara þess að koma fram hérna ég þverhaus, getur við þrjóskur og það er kannski ekkert skrítið, það eru margir sem eru það ekki svo eini. Ég er búin að vera að glugga á þessi skrifstofu í að vera 15 ár, kannski stað einhver skrítið skilur, ég hef aldrei, kannski ekki ég var að sofa allir mjög snemma þegar ég er duglegur að stríða mér á því sko og vakna alltaf veldig snemma, það er margir sem gera það líka sko. Þú fer að sofa undan börnunniðinu, það er stórfurðulegt. Já, kannski annað, ég er mjög klíugjart sem kannski ekki margir vita og sérstaklega sem krakki og mamma sagði að það var ekki vesen að ég kúka aldrei í bleiuna, það var vesen ég var krakki því að ég gat ekki kúka í bleiuna því að mér var svo óþægt að vera með kúka bósi og klíugjart, ég gat ekki kúka í bleiuna, ég sleppti því, ég held í mér sem smákrakki og ég gat ekki verið með kúk í rassunum á mér þannig að ég sem smákrakki bara held í mér. En fórstu ekki snemma á klósett og kopp? Jú, það var ekkert annað í stöðunni því ég neitaði að finna kúk upp fyrir rassunum á mér sko, þannig að ég er mjög klíugjart sko og alltaf verið en þann mun aldrei geta sko
Ég veit ekki, eitthvað af þessu sem er kannski ekkert af þessu mjög skrítið kannski. Nei. Ég var að segja, hvað heldur hann segi? Hann segi líklega að vakna snemma. Já, hvað fór snemma svo? Líklega. Já, það að segja hvað út klíðgjörn. Já, hann getur það aldrei. Nei, sem er samt að má ekki svindla En það er skrítið samt. Hann kúkar í bleiur, sko, hann satt sér í bleiur bara daginn. Já, bara fullorðið maður. Ég geti það aldrei. Nei, þá er það næsta. Já, nú hlakka ég til að heyra hvað þú segir. Hvað er það svalasta við steita? Dæsiru? Já, það er sko alltaf Dæsiru það við að margt eða fá? Sko, nei, bara margt sko. Ég ætla að yfirvaraskeggi, ég marg oft talað um það. Já. Hann líka, hefur tekið því, eftir ég byrja að tala um hvað yfirvaraskeggi var flott. Hann hefur ekki tekið af sér, bara verið með 2 ár sko. Það er þetta góði punktur. Eftir að þú er náttúrulega konan að styrka það líka. Já. Hann er alltaf með mottu núna. Já, hann er aldrei takað af sko. Hann er íslenski topseller. Hann er í skrítin líka að myndi kippa því af sko. Já. Sko, mér finnst alltaf að svalast við hann er í yfirvaraskeggi. Þá verður það bara að vera hreinskilið. Húsið. Við fórum í það daginn, mástu. Já, vorum að taka upp hestin og kíktu hendur hans. Þú veist sko, þú bullar svo mikið með þetta. Fólk heldur að hann búið bara ykkur höll. Þetta er flott hús en þetta er ekki. Já, loftahæðin er bara svona kílómetri sko. Þetta er alveg séð svona sko. Jó, þetta er geggja hús. En ég, daginn var ég fyrir utan húsið hans, við vorum að taka upp hestin. Þá tók ég upp síman og var á FaceTime með dóttir minna Evu. Og ég er að tala við Evu í FaceTime og Steindi lítur á mig og sér svona eitthvað að halda á símanum og svona rífur í mig, glemdu þessu nú. Hörðu, þá hélt hann ég væri að fara að taka upp eitthvað story í The Mansion og brjálaðist. Alls ekki sína, þú bara, ég man eftir sem bara, herru, ég er að tala við dóttir minna. Já, þá veit ég að sína honum ég var á FaceTime. Hann hélt ég væri að fara lappin í The Mansion og record. En og það kom aftur, bara glemdu þess. Já, sést, ok, húsið, yfirvaraskeggi, kífiskiptan er mjög flott, heitipotturinn hans, buddan. Ég seti yfirvaraskeggi hérna. Ok, hann áttur að giska á það sann, sko. Já, ég veit en að setja budduna. Nei, það er ekkert. Ekki? Nei, buddan er hræðilegt. Ok. Þá er það síðast að já, ég sagði það við Steindaðan. Ég horfði á Castaway í vikunni og við, eins og ég sagði áðan líka að við örugglega einhvern að rætta ég veit rætt fangelsi og annað, en hvor ykkar myndi höndla betur að vera fastur einn á eyðu eins og Tom Hanks í Castaway, að þínum mati? Ég. Þú? Ok. Já, því miður. Harður á því, já. Sko Mér langar að útskýra hvað sem kom rökstiðið. Má ég kannski rökstiðið bara betur þegar hann kemur inn á eftir. Já, en þú veist ekkert hvað hann sagði, sko. Ok, við skulum bara ræða það með hann hérna. Það er skemmtilega, maður góðmútur. Bara svona, út af því að kannski erum við ósamála með það, sko, og við erum alltaf stein. Já, til í það. Steindi er mætturinn í stúdíu. Velkomin. Hvað fannst þér bjór? Herðu, þetta hérna, hann var frammi. Hann er 0,0%. Já, það er eitthvað komin í hljóð. Það er ekki fyrir mig, sko. Ég ætla að fá mig bara bjór heima. Ef ég sé blöð með 0,0% eitthvað tíman, þá er þetta búið. Nei, ég sá bara þá er ég búin að fara í sloppin að hans að láta ykkur vita. Þessi var í kæli frammi, hann er ískaldur og ég ætlaði bara að joina svona. King Freysteinn var ekki komið 0,0 á mig, sko. Nei, heyrðu drengir, ég er að fíla. Það er sko, hlustendur á tánum. Ég var að fá sko skilaboð. Markus var að senda mér, hann og við eina hópurinn hans er á leiðin út á land, er að hlusta. Ég náði ekki að vera að svara, sko, það var fullt að leiði. Mestari Markus sem var að, er bara í stöði á leiðinni hingað og þangað og það er svona Bongo blíða, það er komið sömu, það er fylgstækt tensk. Sunshine, sko, ég ætla að voruleika King Baldur besti ljósmyndari allar tíma sem er opið út þarna í partíun eftir. Það er gott við það. Hann er með allt á hreinu. Er það ekki? Eru tilbúinir? Við þurfum að klára þennan lið. Já, ég ætla að vinna þetta í dag. Hætta þessu chit-chati. Ég man ekki eins og hvað vann síðast að svo langt sem við fórum í þetta. Já, var það ekki ég? Eins og ég segi, líklega verið þú. Ég get eitthvað fréttið upp, sko, en ég nenni ekki nú. Þú ætla með allt þetta. Ég ætla að byrja á þér, Steindi. Hvað gaf Egill þér frá 0 upp í 10? Hversu myndalegur? Sko, hann hefur væntanlega komið aðeins inn á það að ég get rokkað svolítið eins og jójó í þessu, sko. Þú veist, eins og ég get alveg ímyndað mér að stundum sé tvistur í hans hugum og stundum alveg hátt uppi, sko. Ég ætla ekki að segja neitt. Maður má ekki gefa hún neitt, sko. Nei. Hann er strax kominn, hann er hárréttir leið, sko. Já, ég er með valið. Já, ég bjóst alveg að það fengi smá lestur þarna, sko. Ég ætla að segja á góðum degi á leiðin á herrakvöld njarðar og komnir í fötin og með mottuna og allt. Egillir hefnaðinni, sko. Ég ætla að segja 9.
Það er rétt Já, hann gaf þau 10, ég bannaði það Ég var með 10, hann búlliði mig niður í 9. Ég vissi þetta gefa mér aðeins hærri á skilið. Þannig ég fann að lesa því. Ég ætla að vinna í dag. En hérna, fannst þér ég leiðilegur að ertu sammála með að þú sett ekki 10 snendi í útliti? Ég vildi meina á góðu degi getur verið 10. Blöð núna, basically að eiginlega eðalega fyrir mig kjarnina. Það er 1-0 fyrir Steinda núna. Ég hef alltaf sagt það á besta degi. En ég elska alltaf góð comeback, sko. Þannig að ég elska að koma undir. Þú ert ekki búin að svara? Nei, ég elska alltaf að ég komin undir og nú get ég bara að ríða mig í gang. Ok, hvað gaf Steindi þér? Ég var heiðarlegur, sko. Ég var ekki að vera fyndin. Nei, ég var ekki að reyna að fyndin. Fyndin að gefa það 9? Finnst þú huggulegur, sko? Smá skrítið að gefa mig 10. Já, það er það Á góðum degi Þegar þú ert komin í fötin og búin að snirta og búin að potið og allt þetta Ég tek henni leið alveg. Ég hef ákveð að vera bara einlægur. Já, það vá að vera þannig. Ég veit að fólk kann að með það. Sko, ég held nefnilega að við erum svolítið á svipari einhvern veginn blaðsjóna held ég Út af hann ekki að tala Gilsa að þú veist á mándinu í Íþróttagallanum í Sportasunnu og það feitumæla, hann líklega að tala því að komin í Exit-gallan sko og við erum fannir út að hella í okkur sko. Ég þarf bara tölu. Þannig að mig best version. Mig grunar að hafi skrúað mig upp í svona 8,5 ég er eitthvað starf hann sko. Þannig það ég lög við með annan, ekki aldrei fær með 9 sko. 8,5. Ég ætla að gefa rétt fyrir þetta er 8. Það er 1-1. Því þú sagðir 8-8-5 þá gef ég þér. Sérstaklega því að þú tókst að mér hann á það er 1-1. Já, það er 1-1. Við vorum á því sko Við vorum að velta steinu hver er, þú veist, hvað er 9 og 10 skilur við, þú veist, það er þá ertu komin í Brad Pitt. Við erum allir langt frá. Mér fannst þið báðir gefa ofhátt. Já. Það er bara þitt faglega mat. Já, mér finnst við allir bara svipaðir. Herru, þá er það næsta. Hvað er það skrítnasta við Steinda hans mati Egill? Ég spurði hann hvað skrítnast við þig, hverju svara hann? Sko það er bara svo mikið náttúrulega, þú veist, uppáhaldsmaturinn að sé pulsa skilur Ég fekk með 2 í hátæðinu og þú veist, það myndi borga 30 skall fyrir á veitingastað og ef maður vil præsa rétt. Það var ristabröð. Og pulsunar, þetta er frábær matur. Svo er hann fyrir fram að speina alltaf daga potandi í sig eitthvað sem er svona helviti sérstakt. Ég er náttúrulega með kuldaðis og þetta rassadæmi hans sko. Núna er ég með kuldaðis. Það skeinandi sér út allt. Það er helviti sérstakt sko. Ég er með kuldaðis núna, ég þarf að setja með krem sko. Hann er að telja upp helviti margar hluti hérna. Já, minnst að telja bara upp Hvað sem ég gerir það sem ég skrítnast er líklega sko mörgum finnst pullur góðar það er kannski ekkert svo skrítið sko. Það er ekkert skrítið neitt sko. Og þú potar í þig, þú ert mjög hægur ekkert eðlilega hægur og potar í þig það er náttúrulega frekar skrítið það er annað það eða skeinurnar sko. Það 20 lítur að vera með þetta það sko. Ég held að fólk, þú veist alveg fullt að lega núti sko farin og valega sem er að krumpi 2-falda Lotus og takina skeinu. Það er enginn í svitaskeinum eins og þú, ég get alveg staðfest það. Þetta er ekki svitaskeinur alltaf sko. Hvað er þetta þá? Þetta eru bara aukaskeinur. Aukaskeinur? Þetta eru bara skeinur. Já, þú skeist fyrir 5 tímum. Ég er að segja að maður er ekki alltaf að taka svitaskeinur. Hvað er þetta að gera þá? Þetta eru bara skeinur. Skeina hvað? Bara stemningsskeina. Já, það er engin annar í því. Aðalega er þetta stemningsskeina. Sko stemningsskeina er glænýtt. That's a new word. Ef allar var þetta svitaskeina sko. Stemningsskeina. Já, þetta er líka stundum hitt sko. Þetta er bara blandaði söllu. Er þetta ekki bara hvað hann er hægur? Nei, hann eldi lyktir. Hann er alltaf að leita lykt og eitthvað sagði hann að vera skemmt. Eldir lyktir? Já, þú veist Akkur ég aldrei séði eldandi ykkur að lyktir út allt hérna Felaði fyrir okkur. Já, þú veist, ég er oft bara Þetta þegar út allt heima þar? Já, og bara hérna út allt maður. Ég er bara alltaf, þú veist Þetta er með gott hefskina? Já, ég segi það að ég sé illa og heyri illa. Þannig að ég held að það sens er búin að bústa þess. Hvað er skrítast við Egil að hans mati? Ég er búin að segja hvað það er. Ég er hérna greindur, sko, ég er heyri illa. Ég er heyrnarskertur. Og svo sérði ekki heldur? Jó, ég er alveg vesen á Nei, þetta hjálpa lyktaskinu. Ég er með -2. Herru, hvað var skrítast við Egil? Herru, talandu það, ég þarf að sækja glerugna umgjörð. Herru, nennur að svara sko. Mér leikur ekkert á þetta King Freystedt græjaði mig. Við bara erum að fara í aðra liði og auglýsingar og ég var að fatta eitt Þetta er mennsk skjaldbaka. Ég var að fatta eitt sem er algjör skellur. Ég átti að sækja glerugna umgjörð fyrir 3 vikum. Ég var að bara fatta það núna sko. En hvað er skrítnast við Egil? Þú veist ekki þú setti í dagatalið að sækja glerugna umgjörð þá gleymir þið ekki, veist það? Hvað er skrítast við Egil? Hvað finn alltaf snemma að sofa? Hvað sefur mikið? Hvað er klíugjart sann?
Hvoruður eitthvað fekk stig hérna? Þú varst ekki nálætt í Það var þetta helviti nálætt í sko, við vorum að ræða Þú veist, málega það, ég veit engan annar sem fullorði maður sem sefur í einhverja 10 tíma eða eitthvað. Ég ætla að sofa undan börnunum sinni. Ég sef aldrei 10 tíma, en ég vakna það snemma. Þú veist, unga börn sofi í 8-12 tíma eða eitthvað, þú veist, það er pældi að sofa svo mikið maður, þú ert gamall og hugsa bara, en allir þessi tími sem fór í svefnin. En þú veist að klukkan 5:45 þegar ég er komin í gang þá ert þú nýsofnaður sko. Nei, ég er ekkert nýsofnaður. Þú ert bara að vera okkur ralli. Sko, staðan er 1-1 ringir, það er ennþá 2 eftir. Ég spurði hvað er svalast við Steinda. Ég spurði Egil, hvað heldur Egil hafa sagt Steindi? Hvað finnst Agli svalast við þig? Ég, sko, þarna hefur hann væntanlega tekið eitthvað á mig, sko. Mér langar að segja sígarettan sko, gamla góða. Ég er náttúrulega reykti. Lættur. Það er mjög cool að reykja. Nei, ekkert cool við það, krakkar. Nei, hún finnst það. Það getur reykt en incredible speed líka sko. Herra, fæ ég svar? Já, þetta er helvíti gott rekord þar sko. Hvað er að gerast hérna? Ég ætla að segja Mottan. Það er rétt! Er það ekki? Hann gaf þér það stig. Ég vil hata eitthvað, hann er góður í þessu helvíti. Yfirvararskeggið. Ég taldi nokkuð hluti en þú vart með þetta accurate. Við sko hann ætla að segja Buttaðinn. Ég get alveg sagt að stoppa það. Ég get alveg bara sagt þér að það er máttlega bara eigana. Það er ekkert mikið í þessari buttu sko. Hvað sagði Steindi þig Egil? Hvað finnst Steindi að svalast? Sko, ekki hvað ég finnst snemma að sofa. Hann er búin að niðurlega það. Núna bara síðustu 20 mínútur sko. Þannig að sko við grunar að þú veist Mist líklegt hann að virklega að tala hárgreiðsluna á mér sko. Ég sé hann horfustundu mikið á hárgreiðsluna hárið á mér. Hann er alltaf vel kliftur. Já. Hann fyrir alltaf í Kópavogina til hans, okkar manns. Það er Hafnarfirði sko, mestar karakter sko. Það segja það, hárið þetta? Nei, ég gæti líka að tala mögulega þrífæðan deltoidin sko. Ég alltaf veit ekki hvað deltoid er. Það gæti ekki að sagt það. Málega hann er ofta að tala hann að langa að hafa vöðva okkar, langa að taka sig Anadról og Anavar og keira sig í gang og þú veist, og taka 100 í bekk sko. Já, bóla. Það er svona langar það, nennir ég ekki. Þannig að kannski það er mögulega, þetta ekki mögulega. Liftingaðinnar? Gæti verið. Nei, hann sagði hvað þið er saman hvað öðrum finnst. Sko. Já, hann varst aldrei að fara ekki sko. Minnst aldrei á hárið? Svona, kom ekki inn á hárið á mér það? Nei. Kannski ég kom oft upptalingu, svo vel ég einhvern veginn loka svar sko. Það gerir það ekki. Herra, en þú getur jafnað þetta. Egil, ég ætla að byrja á því að spyrja þig. Loka spurning var hvor eitthvað myndi höndla Castaway betur eins og Tom Hanks í bíómyndinni. Það verðast bara einn á eyðeyju. Hvað heldur að Steindi að sagt? For the tie hérna. Sko, má ég aðeins velta steinu með eyðeyjuna? Það er stundum gott að hugsa upp á. Við verðum að tala um þetta sko. Málega er bara við höfum tekið eftir að dýr ber ekki virðingu fyrir Steinþóri. Það er eitthvað sem hefur verið gert gegnum tíðin. Já, sko, hundar og já, pulla var alltaf húsdýr, jú. Nei, þú varst alltaf að segja þetta. Öll dýr sem hafa verið heimaður eru farin upp í sveit. Pulla, hamsturðin, alveg saman hvað kemur. Pulla var að drekka málningu With a lot of respect var hún að drekka málningu, sko. En hún er búin virðingu fyrir hún aldrei drukkið málninguna. Jú, hvað akkur ekki? Hún sé bara að hægjandi sér út allt líka alltaf. Eili maður á landinu sem var ekkert að hægja sér sem var að hræðist máf. Ég sko, málega er vilddýr. Niðurlaður að máf. Já, sko. Ekki, við tökum það orðið það bara eins og það var sko. Máur er ekki húsdýr og ég ætla bara að koma inn á það líka strákar. Það var neyðafundur í Garðabæ í bara fyrradag. En það var ekki að því að fólki hrætt við þá sko. Jú, nei, það var sko risafundur og bara bæjarstjórinn og allt fólki mætt og það var bara neyðafundur. Ég fekk boði á hana fund sko. Ok, dýr ber ekki virðingu. Nei, sko málið er, ef þú ert fastur á eyðeyju, hvað er þar? Bara gróður og dýr og mikið hættulega dýrum og þau kannilega ber enga virðingu við Steinþóru. Þannig eini ég er að velta fyrir mér. Þannig að þú veist, ef þú myndir rekast á dýr myndir þú alltaf drepast á núleitni. Sko, ef þú ert að tala um ljón eða eitthvað, það myndi allir lendi því þá. Já, en svo gæti gert. Ef þú tækir hérna Arnold í Predator, myndir velta þið svona upp á drullu. Já. Þú veist, það myndir það gemir að sá hann ekki. Já, og svo myndir þú skríða bara þykjast vera svín eða eitthvað þannig sko, eða nasettingur eða eitthvað. Þá myndi enginn sjá þig sko. Þannig að svona, en sko, þú veist að þetta er ekkert vitlaus hugmynd að fara í leiðjuna og fara upp í tré á daginn. Það væri rándýr á eftir þér sko. Sko, þetta því að ég held að þú ert í vesinni hana. Það er allir í vesinni hana að vera einir og eyði sko. Þannig að ég ætla að velja mig bara út frá þeirri staðarind að dýr bara enga virðingu fyrir þér. En þú heldur að Steindi hafa sagt Egil? Sko Steindi, nei ég held að hann hafi valið sig sko. Það er það sem ég er að spyrja þér, hvað sagði hann? Ég datt út, hann valdi mig.
Heldur að Steindi að sagt að Steindi valið mig. Nei, hann valdi sig fyrir ekki. Valdi sjálf sig. Og það rétt. Það 2-2. En þá spyr ég þig Steindi, hvað valdi Egill? Djúðar ég sáttu við hérna. Ég held að Steindi sigur þetta sko. Nei, við erum að meina. Ég get alveg velt Steinu leikur sko. Ég ætla ekki til að sjá hvað við viljum. En málið að þú veist Steindi vildi meina að hausinn og þér myndi ekki að höndla að vera einn. Málið það, ég hef engan ágjörð. Ég er með síman hana. Nei, það er álfur við þessu sko. Þú veist, málið að ég er með skjáfíkt sko. Hvernig ætlar að hlaða hann? Ég er líka með skjáfíkt. En málið ég er nefnilega laus við skjáfíkt. Þannig að ég gæti alveg bara verið helviti. Já, en að móti kemur vesinni með dýrin sko. Já, en að mæta einu villisvíni, það myndi allir verið vesinni með. Ég myndi, þú veist, þú myndir alltaf búa til einhvers konar spjót úr einhverju. Hvað sagði Egill? Gera svona tjald úr bambus. Þú er að svona mjaka drull á þig sko. Já, ég væri allur til drullu í bambus. Og skríða mikið. Það væri þá bara partur af einhverju skemmtilegu leik. Þið getur ljón. Hvað sagði Egill? Getur leikið ljón? Hvernig svona leikur er besta ljón? Hvað sagði Egill? Hann sagði náttúrulega sjálf á sig. Það er rétt. 3-2 sigur. Helvítis maður. Fyrir löngu síðan. Það er mikið stættur. Takk fyrir. Það var fyrst að þekkja ekki langan tíma og langt varða maður. Lagið heitir Ég er og þetta eru þeir Júli Heiðar og Kristmundur Axel. Gott lag hér á ferðinni. Gott menn og ekki fyrsta lagið þeirra. Voru þeir ekki saman með lagið sem var hann sögvakenni framhaldsskóla sínu tíma? Minnið það? Ég man það ekki. Jó, ég held að það sé rétt hjá mér. En þeirra var bralla endalust. Já, þetta er líka bara flott nýtt lag. Til lukku með þetta, drengir, eru þið. Það er eiginlega bara komið að spurningkeppni Gilsarinn sko. Klukkan og kortir við 5. Og lengi hérna, þekkið ekki. Ekkert smá maður. Þú varst ekki alveg með hann að aga sig þar. Ég var að reyna það. Nei, þú varst bara hlustuð ekki. Þú varst stundum og bentir hann inn svona hendina og svona, svo var ég með klukku og... Já, fólk sér það ekki. Ég var að benda tvisvar á klukkuna. En strákar, þú veist, Steindi átti að svara og hann byrjaði að tala hann að ekki fara að sótt gleraugu sín eða eitthvað. Já, bara 5 minútur kapli í það. Bara sækja sér gleraugu. En strákar, það er svo, sko, við þurfum líka bara að geta spjalla og fara í stöðuna. Já, en það er þægilegar í blöggastinu. Hér þurfum við að halda sponsors og auglýsendum happy. Rikki getur fengið brjálaði skatt, sko. Já. Bannað hoppið yfir auglýsingar og bannað að lítum lögin. Talandu blöggasti drengir. Bergur Ebbi ætlar að koma í næsta átt. Já, ætlar að tala um AI og fleira. Við ákvaðum bara, hver gæti sagt okkur hvernig framtíðin verður næstu 5 ár, 10 ár í tækninu. Og hann er djúpt inn í þessu. Hann er djúpt í þessu, núna náttúrulega er sko tæknin drengir. AI-ið er sko, fólk er farið að nota þetta mikið fyrir ekki bara heimalærdum og svona, heldur líka til að sækja vinnur. Til að gera rosalegt resume. Rosalegt og svo núna er nýjasta er að AI er farin að ljúga fólki og byrja að ráða humans í vinnu. Þetta er byrjað að eskuleita strax sko. Fá teik frá, þú veist, hann pælir allan daginn sko. Það mun ekki enda vel. Fyrir það var bara eiginlega einn minn uppistandari og er mjög fyndinn náðingur. Bestur. Hann verður í blöggastinu næsta þriðjudag en Egill, það er spurningkeppni Gilsarans. Já, King of Addiction. Já, ég kom að gleyma því mér. Það er ekkert Já, maður getur ekki komið vel út úr þessu. Þetta er samt svona bara, hver er svona háður hinn og þessu? Ég hef alveg rætt það hér ofinbarlega að blundar fíkill í manni. Já, kannski þá ertu sitt favorite. Mér langar bara ekki að vinna. Ég held að við séum báðir mjög mikli fíklar. Sem er ekki jákvætt sko. Nei, það kemur, það skemmtilega það kemur núna bara í ljós. Skilur í stað að vera að spá okkur í því rosa mikli fíklar, eitthvað, bla bla bla, þú veist. Kemur ljós núna? Ég veit ekki að rosa miklu. Nei, þú veist ekki það, ekki hættulega. Herru, byrjum bara. En það sem bjallið, ná mér glæði nýjan lightbeer frá King Freightin. Herru, þú veist að Blöð er búin að vera á klukkunni hérna, þú ert farin bara. Akkur gerðu þetta ekki bara áður? Nei, ég veit ekki. Herru, ok, byrja þetta. Byrjum þetta bara tiltölulega eðlilega. Það er talið að 10% af hlaupurum og bodybuildurum séu háðir æfingum. Ert þú háður hreyfingu/æfingum? 100%. Ég verð þreyttur ef ég æfi ekki, þannig að ég er háðið því. Steinþór? Nei, ég er laus við það. 1-0. Út laus við það? Þetta er fíkt sem ég er alveg til í. Já, ég meina þetta bara háður því þessu öllu öðru, að vera háður hreyfingu. Ég er háður ræktinni, alveg 100%. Þú hreyfið ekki mikið Steinþór? Jú, bara standa upp og labba út í bíl og út í sófa og út í heitapottin og allt þetta. Ég labba mikið. Ég fer mikið. Labbar ekkert meir en meðal maður sko.
Nei, ekkert meðal maður, ég fer í göngutúra og svona Já, bara eins og flest Lappur Mosó Já, ég labba mikið Mosó Lappur stundum til sem að vil og fáðu okkur rauðvin og spjalli Ég er eitthvað minni í því En ég þurfti ná að kíkja á hann En ég bara labba Þið eru eigi heima saman stað sko. Nei, ég bý nálægt sko Lágafelli Þannig að ég Lágafellinu og Úlfarsfelli Næstu spurningu Hvað er að gerast þér? Þeim ekki í göngutúra Alveg Áfram Blöð var ekki nenn að eina þessa ræðu sko. Ræða hvert hann er að lappa Ég samtali gaman að við förum að námar í þessar gönguleg Ég get alveg farið yfir gönguleg Þetta er bara hendi Facebook-status Það er ekkert leiðilegt við að hlusta á göngutúra sögur Er margir í Mosó sem er að velta fyrir sig hvað stendir labbar kannski og það búið að svara því nú Ertu háður vinnu Ertu vinnu alki? Já, ég myndi segja það Já Að því maður er skemmtilegur Það var reynd að gefa okkur frí hérna fyrstan langa Mætum alltaf Og við vorum einir í húsinu hérna. Ég get ekki flokkað með sem vinnu alka þegar ég vann í Vúrt til dæmis Nei, þú stöðum mikið þá Bara eins mikill og getur orðið Það var ótrúlegt í hekkat í 2 ár Það verður að hafa áhuga á því sem er að gera Þú varst ekki vinnu alki líka þú varst baðvörustendi Þú varst ávændum, bendað á penisa hana og gerði ekki neitt í Ég var nú reyndar ekki að því Náðu sér í konu Já, það var einu svona spá í, þú varst þarna Það gekk Og þeir eru saman í dag Það er þetta, þú veist, ótrúlega Það er eiginlega sem amazing Ég endist stutt í vinnum Ég náttúrulega hef sagt ykkur frá því þegar ég hætti á henni byrjaði Fyrir utan Holtagarða, pappi í bílunum alveg brjála Eða svona, hann var vonsvikinn Það virka alltaf mest á mann Ef maður var Fóröldarinn og vonsvikni fyrir eitthvað Já, reyðis í staðan fyrir að vera eitthvað öskraði og skammaði Þeir voru bara svona vonsviknir Þá var maður bara, heyrðu, já Sammála því Þetta er Það klúr eru tötur í blöð Ertu háður jæjó? Nei, aldrei prófa það sem betur fer Við höfum hvoru við prófað jæjó Já, þetta er top 10 algengasta fíkn í heiminum Í 7. sæti Er það? Já, hún er top 10 Þannig að svona, maður er svona Brennivín og sígarettur og allt þetta hljóta að vera miklu Fyrir pottið efst Sko, en málega það kemur líka næsta spurning Ertu háður áfengi sem er algengasta fíkn í heimi í dag? Nei, það hlýtur að Number 1 sígarettur Nei, nummer 2, nikotín number 2 Er það? En koffín Það er ekki þarna What? Það er ekki mikið að vera töðið við koffíni Það er bara, þú veist Alltaf, samkvæmt mínum listum í dag rakst ég ekki of ofta á kaffið og koffín sko. Ég held að getur ekki verið að nikotín Ég var nei, ég ákvað báðum Ég er fólk snögt í næstu Það getur ekki verið að nikotín sé öðru Ég trúi ekki, af því að þú veist Málega er þótt að séu fáur að reykja ykkur sígarettur hérna reynda nikotín að taka allir í vör og það er mest eins og allir séu með nikotín en út í heimi þá eru bara, veist, þú ferðast eitthvað aðeins, veist, það er bara allir með sígarettur Já, en flestir að þeim drekka áfengi líka, sko menn þetta er bara, ég er bara bend á staðarendi Háður áfengi, Sko háður því, bara hvað meina Það talaðu að 10,2% til þess að fólki í Bandaríkjunum eða 28,3 milljónir að fólki 12 ára eldri er struggling with alcohol Númer 2 nikotín sem er 8,5% eða 23,6 miljón amerikana er að ströggla við nicotine addiction Amerikana, og þetta er ekki með worldwide könnun Jú, en þú veist, yfirleitt er þetta á pari skilur marihuana nummer 3 Séttu komin í Oxy og þannig shit, er ekkert í því? Nei, herru, ef við ekki að svara henni Já, sko, hvernig voru þið, hvað var ég og svaraði aftur? Það var, þú veist það alveg Ok, en áfengið, þetta er fullt mikið tempo í þessu Fullt mikið tempo, hvað er þið ruggla? Klukkan að vera hálf 6 Báðið vantalega mig á hann í háður áfengið þegar Klukkan er bara margt að því að hitt var svo lengi hinn Þeir vantalega báðið með alcohol addiction Ég myndi að segja að við séum bara báðir alkoholista Nei, bara nei, sko það er negative word, sko Ég er bara að segja að þeir eru bara háðir áfengi Það er ekki, it's a word bara Þetta er bara, þú bara með alcohol addiction Það er ekki saman sem að vera raging alcoholic, sko Getur þú verið háður áfengi að hún sem vera alkoholisti? Ég myndi segja það, sem mitt faglega mat verið það Ég myndi segja alls ekki, sko Helst hendur, sko Já, ég veit, sko Ég held að Jú, ég veist það sem ég háður Ég held að, okkur við spáum gott að fá okkur bjór og rauðvín og svona En ég held að ég og Blöð getum alveg tekið bara, heyrðu, farið einhvert og verið í mánuð og svo drekka bjór Ekki fræðilur Jú, ég gerði það bara nokkur ári röð Það var sér á Íslandi hérna í æfum Varst bara í sportusinu að vinna sko Þú fær ekki til Monte Carlo og snekju með Sprite Zero Ég sko skal taka á mig bara, jú, ég er pottitt háður áfengi 100% Punktur upp sér Þannig kemur manneska sem er bara completely honest Það hlýti að vera líka Já, blöytar hann ég sko Það er öll kvöld í pottinu með rauðin sko Nei, það er bara bulla svo mikið maður Það er ekki átt Jésus, hann máttu við kóða bulla maður
En ef að ég segist þér að háður, þá erst þú háður Steindi, höfum það á hreinu. Þú ert basically núna bara búin að segja opinberlega að þú sést þú mátt sann segja nei, þú mátt segja nei, þetta er bara keppni. Veistu hvað, ef að þú ferð núna inn á S.A.V. síðuna og tekur prófið þeirra, þá get ég lofa þér í það kemur þú ert Steindi var flawless result. Þetta er bara svo Mortal Kombat. Það er flawless victory. Ég kýtti ekkert mann á þetta er basically spurningar eins og bara hefur vaknað og langað í áfengi daginn eftir og þetta er allt í áhjá okkur sko. Er ekki eitt nei? Nei, blöð, það er reyndar eitt munur okkur. Mér langar aldrei áfengi daginn eftir en ég læt mig hafa það. Næ alltaf niður einum ef við erum bara, mér vakna Nákvæmlega ert að ljúga mér og hlustendum ég myndi aldrei vakna og vera með döðlangar í kaldan ekki vakna það fengi skilabóð frá þér bara er það wet lunch ekki seinna en núna það er oft komið frá þér, hvað ertu þá bara svona ég ætla að ströggla við hann þá er líka kannski komið lunch sko já þú vaknar 11 þá er verið búkiður já maður er aldrei vakna bara 9 morgunum bara shit hvað maður langar í brenni nei ég hef ekki heldur verið þar ég held að vera að tala ég menn ef þú næður þeir vaknir menn voru að hella í sig kvöldi áður svo vaknar og kannski enski boltin menn eru að setja seðla og gætlega að fá sér einn við fengum báðið prigg þarna varstu með punkt líka ég var að gera það sko þú ert með alcohol addiction líka 3-2 Jésús ég bara veist stjórnir sér keppni það er bara ertu háður COVID-pinnanum nei var það aldrei nei ég er ekki háður honum nei þú fegst hann 70 sinnum í nefið nei 30 sinnum eitthvað svolítið þú hafði gaman á hann ekki háður á hann já ég hafði heldur ekki gaman á hann ég fannst hann óþægilegur en samt fórstu 30 sinnum ég fór ekki 30 sinnum og það er búin að kynna mér þetta fólk var með svona addiction fyrir að láta testa sig bara fólk bara fór aftur og með þess að bara veist, fólk er náttúrulega sendt heim þú ert ekki að koma aftur hann er paranoia já og þessi er með COVID-pinna addiction það er ekki þannig þetta er basically við erum alltaf út allringir og það var alltaf lið að veikast í kringum okkur og þú veist þannig að ég var alltaf að taka test bara því að þú veist maður á náttúrulega eldri fóreldra og allt þetta og maður var bara alltaf að taka test en þú veist að þú segir já en það er 3-3 og fyrir bara svo fólk sem eru að keira það var eitthvað spennandi ég er ekki með fíkn í COVID pinna fíkn en næsta spurning er ég get ekki verið að taka allt á mig en næsta spurning er athyglisverð ertu háður gambling já, ég verði ekki hana ég verði að taka það á mig já, helvitur með margar góðar fíknir spilafíkla ferðirnar já, það fyrir átjásinn leysi það vita allir sem er að hlusta þetta vita svarið þarna sko en sem betur fyrir enn þann dag í dag svo veit maður aldrei þá næ ég að halda þessu niðri en ég veit alveg að það er fíknað það 100% já, en þú nærða að funksjana þú lifir einhvern veginn bara með þessu tækla þetta mjög vel þú enda sagt þú vilt ekki kasino í Íslandi og þá getur mögulega flippa over? Nei, alls ekki, þá bara er það ekki jafn gaman þú ert erlendis en þú veist, það er náttúrulega 100.000 sinnum skemmtilegra að betta bara erlendis, skilur við já, þú veist, þá að fylgja því svolítið að vera erlendis og stemming ertu háður kynlífi? Jésús já, ég meina þetta er, sko, allir lista sér flett upp það var sex addiction á öllum þannig að ég verður það háður eftir að tala bara að þú getur ekki lifa án þess já, bara, þú veist já, ég veist, þetta er bara, þú veist þá er ég væntalega háður þig ég meina, þú veist, þetta gætur að lifa án þess en þið myndi ekki langa það nei, ég meina, vaknar og fyrst og hugsaður bara nei, það er ekki fyrsta sem ég hugsaði er bara, strákarnir vaknaðir það er nefnilega þetta er nefnilega svona mikið munur það er fyrsta sem ég hugsaði þetta ég vakna alltaf undan mér, sko en þú veist, þú verður eiginlega umorðið líka svolítið því að þú veist ertu basically að spyrja bara ertu kynlífsvíkir? Það er eins og saman með alkohólistan og bara háður áfengið svona þetta er negative word þú veist, ég er ekki að segja þessu kynlífsvíkir ég er bara að segja að þú ertu háður kynlíf og blöð fórum daginn bara baki hátið sko. það er 3 ára síðan og þú ert búin að eðlilega að gera snokk tíma náttúr þannig sko, það er alltaf eðlilega bara punktur dags og blöður það er bara að klára með þetta, ég segi já Steinþór, veist að þú háður kynlífi? Já með sex addiction? Nei það er íslið, það er ennska orðið sko já, ég veit að þetta er bara þú getur ekki sagt já og nei við sögum spurninguna different language sko já, og það er að spyrja það sama nei, þú veist, ég er það þá ekki, skilur þetta er ekki með sex addiction nei, það er allt annað að vera fíkill í eitthvað ég er ekki fíkill, ég get staðfesta spurningin mér var ertu háður kynlífi sem er bara fyrir í Google Translate ertu með sex addiction nei, ég er ekki við erum að breyta svörum þá þurfum við bara að fara að skoða líka alla listar sem þú er búin að vera að spyrja sko. nei, þetta er bara það er að stróka út svarið nei, kannski er ég ekki háður í, ég fíla það bara, minnst það skemmtilegt já, þú veist það notalegt sko já, ekki háður í ég er ekki háður í, ég tek mig tilbaka þetta er mjög spennandi það er 4-3 út, ég ætla að taka punktinn af blöðununa ertu háður luxury items taktu punktinn af okkur báðum
Ég var ekki búin að gefa þér punktan Eftir að breytist í sexadögsun Já, sem var sama spurning Þannig ég ætla bara að hætta þýða spurninguna þegar ég fæði mismunandi svör Þú varst farin í næstu Já, ég þarf að taka punktin af Herru, takk Já, þú veist, allt í lagi að hafa þetta bara Það er steindi vildi ekki alveg punktur í sexadögsun Spyrillin bara að vera heiðalegur Hörðu, ertu háðu kynlífi? Já Þú ert svo nójaður Ertu með sex addiction? Nei Það kæfta þér Taktu punktin af mér líka Ég er búin að 4-3 Ertu háður annarkvort Þetta er tveir hluti sem ég með Luxury items eða luxury home Nei Þú háður öðru hvoru Mjög langt frá Bara mjög langt ifrá Ok, þið getur sett bara Þetta er endur ekkert mikið svona Þetta er ekkert mikið með okkur Gucci töskur og Það er bara ekkert luxury Nei, Bara, þú veist, hvað hefur þið séð okkur mikið að Gucci Ég blöði samt að keirum á 26 miljónar Beamer sko Hvað okkur hækkar hann í hverju þætti Bara okkur hlóðsett í Beamer sem ég séð sko Þannig að sérst að þú sett ekki upp á punkt annars sko Reyndar er blöð á helviti góða bíl Ég geti týnst heima hjá Steinþóri sko Svona margt að nýja þessu sko Já, ekki háður þessu Langt ifrá En það er, herðu 4-3, the favorite one Blöð, þú ert king of addiction Ég veit ekki hvort ég fagnaði ekki En Ég þú vannst tókstu punktun af Steindór með sexadögsun Auðvitað fagnar þessu Já, hann var reiður þar sko Nei, ertu eitthvað rugglaður, hvað er að ykkur? En auðvitað fagnar Ég meina, hvernig ætlar að Ég fagna? þarf að passa mig fram með þess að vera ekki að breyta koma enska útgáðun á spurningunni menn breyta svörun Það verður sex, drugs and rock'n'roll hjá blöðu í kvöld Já, sveipið þá upp í bústað með börnin maður Herðu, skuldum auðlýsingar fyrir löngu Við erum búin að tala svo mikið hérna maður Þetta finnst með flottasta lagið á stöðin í dag Metro Boomin, The Weeknd með Creepin Eitt lag sem við þurfum að spila blöð Hvaða lag það? Og flettaði upp á Spotify bara hérna King Geiri Ásgeir í Stop and Go var að henda í gott svona power remix af Power Já, Eurovision-læðingar og nú stýtt Eurovision og ég ætlaði Eurovision gilsi og ég peppa 2 lög í ár og það er Finnland og Ísland Já, þú ert Þannig að kannski neglum því á, þetta er helviti gott remix hjá okkar besta manni Ásgeir Óra Myndum á eftir, ég seti það á Hann er geggjaður, erum við að spája að spila nýja remixið og finska lagið í Já, þættinum ég vil að blöð spila finska lagi alltaf en hann gleymir mér alltaf, ég þarf alltaf að minna hann á það sko. En ég minna, svo klukkan 17:36 við tími 2 lög, eða ekki? I'm only human heavy, sko Ég fíla að sé komið remix á laginu, sko Já, en það er búið að vera eins og Egill orðaði horsing around hérna en ég ætla að fara í eitt virtan og almennilega lið svona aðeins þroskaðara útvarp hér á FM Það eru sturlaðar staðreyndir Eru þið tilbúinir, drengir? Eitt af þessu kjaftaði og þið að reyna að spotta og hlustendur heima eða í bílum eða hvað sem þið eru að hlusta Eru þið ready? Takk Það eru líkhús í öllum skemmtifræðskipum Þetta finnst mér sturlu staðreind og hálf óbeggjandi Það er ekki að henda fólkinu bara útbyrðis Og þetta eru líka svo, þetta eru bara borgir sem eru á ferðalagi Þetta er svo mikið af fólki Þetta er alltaf þreytt, sko, þetta er alltaf mikið alltaf eldra fólk hérna Já, en það hefur samt breyst í gamla þetta var, ástæðu allar pantar á skemmtifræðskip þá varstu basically bara að fara á siglandi elliheimili Núna er þetta, Nú eru partybátar Já, ég er til í Það er bara hannig, en Ég held að það sé alveg að deyja hægri vinstri á þessum bátum Ég er bara eins og allstaðar í heiminum Það er ekki bara á bátum Það er svona alveg spes held ég að tölfræðilega sé hátt þarna sko Heldur það? Já, ég held það sko Já, þetta er bara, líkhús ég vissi þetta ekki og þetta er, núna veit ég þetta, ég mun aldrei gleyma þessu Þannig að takk fyrir hennar móla Já, maður lærir í styrlum Já, herðu, þetta fannst mér skemmtilegt Hvorki trúað fólk, né trúleysingjar vilja sverja upp á fólk sem þið ekki væntum og það er mjög gaman að ræða þetta sé sturlu staðinn því að við rættum þetta í blöggast Við líka vorum með sverðu það sem er virtu liður sem við þú kannski að fara aftur í vekjan aftur Ég held að það tengist bara ekkert trú ekki neitt Nei, enda sagði ég trúleysingjar og þeir en samt, það er skrítið að þú til dæmis ert ekki trúaður en þú vilt ekki sverja upp á bönni En það tengist ekki trú Akkur ekki sverja Af því að þú vilt náttúrulega bara ekki vera að segja setningu bönnin og bara þau degi það tengist ekki trúnni Nei, en ef ég segir þetta er bara hvað þú segir heitur Steinþór, þú myndir alveg sverja það upp á bönnin en ef þú ert að ljúa þá vilt það ekki Já, þú myndir ekki sverja upp á bönnin og heitir Steinþór Nei, ég er að segja að þú segir bara að þú væri núna bara, herru, ég er að fara hérna út í bíl og heim eftir þátt sverja upp á bönnin skilur Já Þeir langar samt ekkert að gera það Þóttu sért að fara að gera það Þegar kannski ert að fara að gera eitthvað annað Þá myndir bara segja, ég veit ekki, kannski er ég að fara eitthvað Það er meira að vera að tala um eitthvað sem að hefur gest Ef þú myndir segja við mig, herru, ég fór bara beint heim eftir þátt í gerð Ég bara sverði upp á börnin Þá veistu hvort þú hefði gert það ekki Það er mikill munur á þessu Mér finnst það bara ekki tengast trúneitt sko. Nei, en það var ég að segja að trúlýsingjar vil ekki heldur sverja upp á börnin sín Já, það er bara minnst að líka Sem er sturlu Það er að fara aftur í sverða Ég held að það sé ekki að skrýta að vera eitthvað að því sko. Já, en ég fíla þetta Ég held að það sé margir úti núna sem er alltaf að sverja upp á börnina
Ef það er eitthvað sem er potið, já En að lofa upp á þau, það gengur ekki Það er munur, mjög stað allavega Næsta, Hitler var valinn maður ársins hjá Time árið 1938 Já Það er rosalegt Já. Fyrir hvað þá, sérstaklega? Það veit það ekki En þetta er fyrir Þessi að komi ljós að þarna var ekki góð manneskaferð átt að segja það, understatement Hún tókst að sanna það ágætlega Árið 1974 pantaði Norður-Kórea 1000 Volvo bíla frá Svíþjóð Þeir eru ekki búin að borga krónu síðan og með dráttavöxtum öllu skuldar Norður-Kórea Svíþjóð eða Volvo og Svíþjóð sem að tók helmingina skellinum á sig yfir 21 miljard íslenska króna Það er litið hart að borga ekki Já, Kim Jong-un er ekki að fara að borga hann reikning sko Hann er að horfa á hann í heimabankanum og Það fekk bara Það er ekki að borga 1000 bílar og borguðu ekki krónu og náttúrulega pappans örgulega sem að panta þetta Nú er líklega búið að drepa þetta koncept að panta eitthvað hluti og sleppa það að borga á það Já, ég held að sé erfitt í dag allavega fyrir Norður-Kóru Þeir eru ekki með, hvað kallar maður, gott kredit Ekki eftir þetta sko Nei Þeir hafa ekki viljað borga á undan sko Við hel paranoia Þeir vilja fá vöruna Já, bara hafi ekki borgað eina sænska krónu Kim Jong-un er fættur 84, hvernig þú fættur Stenþór? 84 Það er ótrúlega Þið getur verið bekkja Já, gamli félagar Hann er svo hans er eldri en þú Hann er ekki á FM Og hann er betri gólfi Nei, á pappans sem fór hólu í höggi allar hólunar með Ég held að þetta er líka gert það sko Þeir eru allir mjög hæfileikaríkir Já, betur pappans fór að heila með allar hóli höggið ekki Já, og var með 6 vitni Nú þarf það að vera með vitni þegar þú fyrir hólu í höggi sko Aðeins 21% fólks þekkir blóðflokksinn Nú spyr ég ykkur drengir O mínus Slisu Ertu í O mínus? Já Steindi, hvað ert þú? Bara ekki hugmynd Ekki hugmynd heldur, því miður Gefur aldrei blóð Já Jú, ég hef gefið blóð Jú, maður alveg gefið Það er blóð alveg alltaf langt síðan, ég gerði ekkert manni í 365 þegar blóðbílið var Já, maður þarf að vera duglegur í því sko Bara, ég sko máli, ég er með heppin að O mínus virkar í alla Já O mínus þá getur allir fengið blóð frá O mínus Þannig ég er þannig blóðflokki að blóðbakki lætur mig ekki í friði Ég bara er hann terror sem sko Já Og það er slís eða eitthvað Og einhvern þarf að fá blóð strax Og það er ekkert eitthvað tími að tjekka hvað blóðflokki hann er í Það er ekki tímið það Þá getur þetta allt bara í hann O mínus eða hann getur allir ekki O mínus Þú veist mikið um þetta Þannig allir sem eru með O mínus eru með blóð sem virkar í alla Þess vegna er þeir terrorisaðar Eða terrorisaðar bara svona eitthvað í pikki í mig Fá SMS og hringi Blesaðu, vilt ekki kíkja það? Og ferðu? Já, 3 mánaðar festi Það tekið hálfu lítur úr mér á 3 mánaðar festi Þá líti ég að vera einhverjum frekar spes flokk sko Það hefur enginn sendt mér neitt Nei, þeir láta Þú er aldrei farið sko Kanski byrjar að fara einu sinni Þetta er gott fyrir þú fær cookies Þú sest niður og það er free cookies Já, ég hef farið sko Veistu cookie? Nei, það kom bara einhver Og fer niður eftir Það farið free cookies Og síðan er spjallað við þig og tekið blóðursingurinn og svona Ég elskar að spjalla og elskar cookies Og síðan þetta er mjög þægilegt sko Já, við hvetjum alltaf til að gefa Og síðan lappar út hálfu kíló letara En þetta er góð græningar aðferð líka sko Já, þetta er mjög snöðut Feimið fólk er betra að dansa Feimið fólk Já, svo fyrir að hugsa Það er eitthvað mesta fucking manure sem ég heirt sko Ég held að það sé Ég har 2 félagar sem eru góðar að dansa Það er Blondell með Signature Move Ég er ekki góð að dansa Jackson Sverri Bergman Og Manswest Já, hann er feiminn að eðlisari Og Já, það er hann amazing singer og veist Ég er nefnilega heldur þetta með ekki senn sko Svo er Hugi og Köst líka, þeir eru allir með Jacksonin Það var lært kent þarna á korfnum Sko, alltaf Hugi með rosaleg mús Það tekur ekki Gervais hann að dansa sinn sko Jú, Sverri er góður að dansa Jú, Hugi er ekki góður að dansa Það var síðasta og þetta fannst mér áhugavert og eiginlega svona ógeðslegt á saman tíma Barnafegurðarsamkeppnir eru bannaðar í Frakklandi eftir að það var löngu búið að banna þetta en eftir að byrja að fara fram ólöglega allt land var sett á 2 ára fangelsisdóm og $30,000 sekt á alla sem koma nálagt slíkri keppni hvort sem það eru þeir sem eru að haldana eða foreldra barnana Þetta er alveg gaman koncept Ég er gaman að þessu Í, hvað er það? Ruglað bara, þú veist, góð keppni og dressa börnin vel upp og fólk að halda sér það meina Er það löglegt á Íslandi? Ég fólk hver vonandi Svipurinn á Steinda Sáttu svipurinn á það ég byrjaði að segja Ég hugsaði bara, er fólk að fatta þetta sem kallt Hann horfði á mig að ég væri bara eitthvað ruglað Já, því að þetta var En er það ólöglegt á Íslandi, vitið það? Þetta er líklega ekki, þetta verður ekki verið gert Nei, þú veist, en leið og einhver myndi ákveða hendi þetta bara í höllinni þá er þið einhver sem
Láti í sér þeirra Þetta er í selur ekki 5.000 ticket sko Hverju krakkar í hverju kjól sko Ég held þú getur ekki fyllt staðaskala Þú ert ekki bara að fylla lögatsvöldu sko Líklegt Það er bara helviti gott line-up þá allavega milli atriða sko Já, það er alltaf einhver tónlistatrið og svona Mér veist líklegt að það kemi klausa í nýlög þá Hefur ekki að sleifa þessu Ef út í það er farið, byrja á því að steindi myndur þú senda börnin í þess að kenni? Ertu ekki að brjála? Það myndi ekki gera það með Já, það er fólk sem gera Já, þú veist, það er líka hvaða fólk gera það, þú veist Skrítið fólk Já, Ef þau bara þekki ekki og ég myndi spyrja hvað er skrítnasta við þá er það bara ég sem börnin mín í þess að kenni Matildi myndi faceplanta hann á þriðja skrifi á rampinum sko Hún myndi aldrei geta Já, háum og hún dettur alltaf mjög mikið sko hún hefur gata hausinn 2 svarum daginn sko Setja börn í háa hæla Þetta er alveg það er að kenna það er erfitt að labba á háum hælum sko mjög kræfandi sko Nú spyr ég ykkur drengi hvað sem var kæft það það er engin leið ég er bara að gefast upp í þessu blöður það góður ég ætla bara að þegja stendi þú má geska Þetta stutt líka bara Það er líkhús í öllum skemmtifræðskipum trúlsingjar vil ekki sverja Hitler var maður ásins árið 74 pantaði Norðurkóru 1000 Volvo aðeins 21% fólk tekki blóðflokksinn feimi fólk er betra að dansa og barna fjóra samkeppnir Já, það er feimið fólk er betra að dansa það er mest að fucking kjafta Fyrir að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 og við drengirnir vorum að fá góða gesti hingað inn í stúdíóið og Þær eru mættar Það eru þær Elisabeth Ormslev og okkar besta, jésús, Stefania Svavas Dátt úr mér í eina stund bara Mósvellingur með mér Hvernig er þið stelpur? Við erum ógeðslega góðar Ekki? Jú, við fórum í hot yoga í hátdeinu og ég drepast í höfðuna því ég drakk ekki nógu mikið vatn eftir það og Hot Svo sem yoga, ekki er það stemming? Já, það er stemming sko En svo var bara, það er svo gott veður úti Þetta er svo geggjaði dagur Við erum búin að vera í þvílíkum gýr hérna sko Já, og það var allt í raun bara óvænt blokkparty í götunum minni Er það? Já, ég var að koma úr einu slíku Býtu, hvernig þá? Bara milljón börn og trampolín og sápukúlur og grítar og Þetta er gata. Já. Ég dýrka þetta Þetta er svo geggja við Mosó sko Það Já. er svo mikið community Það myndast einhver svona stemning Þú ferð út og það er einhver nágranni og allt í rugli og allt í krökkum og bara vesen Já. Ég dýrka það, bara meira vesen í betra Hvað er þú á landinu, Betta? Sko ég bý í Fossvogi Ok en ég hef búið í Mosó Gáttu nákvæmlega blöð sko Já, þú og blöð Þetta er Fossvogur. Já, það eru bæði Fossvoginum, sko. Já, ok, þú líka? Nei, ég er kópavóðurindar, ég er í kórakvörunu Svolítið frá okkur Það er ekki svona götupartí þar, það var gaman að það myndi fara í gang Já, Það er rosalega stemming Ég hef aldrei farið í götupartí Nei. Þetta er það bara eitthvað Mosó Jú, koncept víst Sko- Ég bjó í gatan Kringlan á baku Kringluna Ég bjóð þar bara fyrstu 8-9 árum minn Það var endalist partí En það sko, túnni heima sem er bæjarháttinu Mosó sem er alltaf í ágúst Þar er hefða öll hverfin eru í götupartíu Já. Mæta allir með grillin sín einhver staðar í einhver botlanga og grilla og Við þurfum að reyna að byrja þetta bara í Fossvoginum Já, við ætlum bara að starta þessu það þarf einhver að byrja Þú svona takk þetta á mig Já, Við við mælum með Við ætlum að koma með geggjapartí í Fossvogi Ég og Öddi Blöð Þú fengur og hann stýrir svona veislunni og þetta verður eitthvað Það eru komið skemmtiatriði allavega Staðfest En sko, það er allt gott að frétta í okkur báðum með ekki, ferskar Jú, Já. svo sannarlega Og tónleikar bara hvenær eru tónleikarnir? Adele, sko, þetta er uppáhaldsönguna mín sko. Mín líka sko. Okkar líka Okkar líka Já, Já. Mér langar svo, hafið þið farið á Adele tónleika? við reyndum Við reyndum það Gáttu ekki að gera með Adele og Rihanna tónleika Bæði, það hefur verið rosa Heyrðu, pabbi mig sagði við mig, hann var bara, heyrðu, ég er með geggjaða hugmynd, ef þú vilt þessi uppsett, þá verður með Adele og Sam Smith tónleika og ég bara, Pappiðin er sölumæður sko, okkar Hann er það, besti hann er svaðar í það fitnessport Við setjum oft tónleikana á heima Adele tónleikana sem það eru tveir eitt í var í leikhúsinu og svo hinn voru úti þegar hún kom tilbaka Já, Já, upp í Hollywood. Bowl, og já. það er svo þægilegt að hafa bara undir en maður er bara að fá sér rauðvín og kjafta já, Já. þetta er svo hugulegt, sko Og hvernig virkar þess að þarna eru þið bara með hljómsveit með ykkur Þið eru með þessu sá og eru með Halldór þarna, mestara Já. og öflugt heimi Geggjað Og hvernig teymi. rótir þið lögun og hvernig er the concept Já, syngið þið saman eða? Já, við syngjum nokkur lög saman, sko Ok. Við hefum fengið spurninguna bara hvernig það gengið að skipta lögunum Það var rifist það? Nei, Voruð þið reiðar það var ekki rifist, sko Hvor eitthvað syngur Someone Like You? Báðar Ok Svo vorum við svona lög, sko, sem að við bara svona, við gátum hvoru var einhvern veginn gefið þið eftir, þá vorum við bara, ok, við syngjum þau saman
eins og Someone Like You, það var eiginlega svona obvious, bara við syngjum þetta saman og þessi hérna lög, við viljum ekki gefa allt upp núna en já, það eru nokkur lög sem vorum bara, já, við verðum að taka þetta sem dúr. Rosalegt að heyra ykkur tvær syngja það, maður. Já, ég var til í það. Já, ég var heldur til að heyra það, sko. Já, bara koma tónleikast. Þetta er í Hörpu. Þetta er í Hörpu, 29. apríl. Það er stutt í þetta. 2 weeks. 2 weeks. Helviti gott koncept. Er það ekki svona flottast staðin til að syngja á, harpan? Jú, fyrir svona sko. Jú, alveg 100%. Já, sérstaklega svona Adele tónleikar og... Já, við höfum báðar fengið þessa hugmynd og hérna við ætluðum fyrst eitthvað svona þetta heldur þetta Rosenberg fyrir mörgum árum Adele er alltaf stór fyrir Þetta er Hörpu. Þetta er Harpa, sko. Þetta er höllin að Harpa. Það er bara 2 location fyrir þetta. Já. Hún var að staðfesta í dag að hún ætlar að halda áfram með Vegas sjóið sitt. Já, við þurfum eiginlega að fara að panta miða og fara að sjá hana. Ég skráði mig á sko eitthvað svona fan waiting list en á Ticketmaster. Er það maður, það er ekki hægt að fá miða á þetta? Nei, þú verður að vera registreraður á Ticketmaster og sagt, fyrir hennar tónleika sérstaklega og svo fekk ég e-mail bara fyrir nokkrum dögum síðan eitthvað you're on the waiting list og þau bara svona handpikka þá sem að fá forgang. Þú getur ekki basically bara verið í Vegas og bara ætla að henda mér á morgun. Nei, það er bara ekki séns. Ekki séns. Svo getur þú gamla þarna, farið í rúllettuna aðeins og... Talandi Vegas, gamliði stelpur? Nei. En ég hef farið til Vegas. Já, ég líka. Ég fór með pappa til Vegas að sjá Celine Dion. Já, ég ger það líka. Og ég bara, og þú veist, og ég grenjaði bara sko þegar hún kom, af því hún er líka í rosa miklu uppáhaldi svo var ég bara á einum tímapunkti bara, ég verða hægt að grenja svo ég sjá eitthvað sko en þú veist, svo náttúrulega var hótelið skilur kasínó og hérna, og það eru kasínó út um allt en af því ég var 18 ára, ég mátti ekki vera hvergi svo pappi eitthvað ætlaði að fara í blackjack og hann segi við mig og systur mín að veljið tölu og þá kemur ykkur öryggisverði bara eitthvað excuse me, step aside, bro. Ég skemmt allt. Pappa Sötta kallar hann Klein Dine. Já, Celine Dion. Pappi hann ekkert því. Klein Dine. Það var óvart á diskur sem var bara í tösku hann sagði áttu hann að Klein Dine diskirna. Klein Dine. Las Celine Dion sem Klein Dine. Rittarinn var ekki að tánum þá sko. Ég er bara svo mikið Sean John. Ég fór með líka til Las Vegas að heimsækja, ég á fjölskyldu sem að býr þar. Ok. Já, sem sagt ég er ekki á bandarískum ættum, þau eru af íslenskum en hafa alltaf búið að nútana, þau eru bara bandaríkjamenn og hérna ég fór hérna bara til að hitta, ég var ekki búin að hitta þau í 20 ára eða eitthvað og svo bara komaði mér óvart og segja ég sé frá Celine Dion tónleika nema öryggisvörðurinn hennar kemur og hittur okkur á hérna Já, ég las þetta daginn. Já, þú varst hérna, þú söngst hann eða ekki? Nei. Fyrir Celine Dion? Nei, en ég hitt hana. Já, ok. Ég fekk eitthvað VIP aðgang baksviðs Það er og hitti fólk Celine Dion. Það er rosalegt. Bara hennar aðal security guard kom og sótti mig og fjölskylduna mína á veitingastað sem vorum hana inn í Caesars og labbaði bara með okkur og fór fram fyrir alla raðirnar og bara eitthvað, ég ætla bara að hleypa ykkur inn og undan svo þið getur fengið ykkur sæti og bara þú veist, no big deal og ég eitthvað, ok og síðan bara leiðaði mig eitthvað bakvið og inn í eitthvað herbyggi og það er Klein. Það er bara það er Klein Dine. Hvað sagðirðu við hana? Sagðirðu huge fan? Ég náttúrulega vissi ekki að ég væri að fara að hitta hana. Ég satt bara í ykkur sófa, býð eitthvað og svo bara labbar hún inn og hún var í svona palléttu glimmer gull kjól og ég var bara og eins og vaksmynd Já. Er hún með star presence? Hún er með star presence en mjög humble. Já, ok. Hún var bara, hi, nice to meet you ekki með southern hello darling Nei, og já, við bara spjallum og hún sagði bara sagði mér að þú verið söngkona líka og ég bara eitthvað Ég hefði urlast, ég hefði bara hórgrenjað og ekki komið upp orðið sko. Þú varst hórgrenjandi bara að horfa á hún að syngja. Sem betur fer var Öddi ekki með þarna. Ég hef eðilegt þetta fyrir Ég get ekki hitt frækt fólk. Nei, ekki bara það því að þegar Svessi hitti hérna Boyz II Men í Vegas Já, sem hann ólst upp hann uppáhalds hann dyrkaði þá sko og þá kom blöðarinn he's a singer also, you wanna hear some blöðarinn hefði látið þið syngja fyrir Já, en sko Svessi, hún leið svo illa þegar ég baði það en svo þegar hún vorum búin að hitta á þá var hann bara, ég var bara að syngja fyrir Boyz II Men hann elskaði
eftir á Já. eins mikið hann skammaði sín þegar ég baða hann það sko. Þetta Þeir er voru ógeðslega náttúrulega- vandræðalegt að setja söngur svona á þarna spott sko. Bara, já, ertu, syngd eitthvað. Ég er bara, Nei, guð mér Þess að segja við svo Steinda, segðu eitthvað fyndið Svo brandar Takk til Jammy Gold. Segðu eitthvað fyndið Já, ég myndi fara beint í þetta bara vakna átta Það er hend út af það síðan En Adele tónleikar hvað 29. apríl. Miðasalegin á tix.is. já, fennir tónleikar. Þetta er á laugardegi. Já, við hvetjum alla til þess að fara inn á tix.is og tryggja sér miða og sjá þessar dýfur okkar taka Adele. Og líka bara komið sumar, fólk getur bara farið snemm út og í brönns og drikki Já. og farið í hörp Það mæta allir ofurölu við þetta Hefði þetta verið í janúar þá er aldrei getað að fara og fengið brönns og Nei, eitthvað þú veist, undan. það er allt annað væp, skilur Þetta er tveir tónleikar saman kvöld Já, Þetta er átt klukkan 6 og 9. Já, þú getur mættur ofurölu annar klukkan 6 eða klukkan 9 Skrítið að vera Já, ofurölu En þú varst að tala um það, fólk myndir byrja að snemma á Já, jú, reyndar að gera ég það Herru, þetta þarf ekki alltaf að tengja staðfengi við hvernig sem farið á tix.is. Stelpur, virkilega gaman að fá okkur í heimsókn og gangi ykkur vel með tónleikana. Takk fyrir. Við skuldum auglýsingar því að við erum búin að tala svo hrikalega mikið í þessu þætti. FM 95 Blu í samstarfi við Dine Out og Loop Jalapeno Lime Merch. Það er horrið þér að hlusta hér á FM 95 Blu á FM 957. Drengi, klukkan er eiginlega bara orðin 6 og Ég er á FM að fara að kveðja. Tíminn flýgur Já, þetta voru skemmtuleg þáttur. Gaman hjá okkur, drengjónum Gaman að fá stelpuna líka, ég er að punga stemmingu hérna Já. hjá okkur alltaf. Gætu verið líka- 4 klukkutíma þáttur í rauninni sko. Já, við vorum í þannig gýr í dag. Það er Martin spilar inn í veðrið og King Baldur með ferðtöksamann. Já, sko, besti ljósmyndar af all time. Ég er að fara hangað í nokkra beers Já, við erum að fara í bústað. Þeir eru að fara í bústað í slökun og spila jatsi sko. Ég er að fara út að borða með Hjörvar Hafleðarsinni og Rúri Gíslason þrjú mótil út að borða. Hvað gerist það oft? Eitt mótil. Þetta er þetta rosalegur hópur. Ég Geta get ekki það. flokka eitthvað sem 3 mótil. Herru, svo er annað sem að höfum að koma inn á því að bucketlistin 8 dettin í dag, hesturinn frestast fram á þriðjudag. Það var- The horse. Já, var smá vesen í klippinu. Þannig að bucketlistin kemur á þriðjudaginn og við byggjumst afsökunar á Það er því. ekki hægt að fá allt. Nei, smá frestun en Lúksus vandamálblöð. Ég ætla að byrja að spila annarkot finnska lagið eða nýja lagið hjá King Ásgeir Orra Power remixi sem að smíðaði Diljá. og mér finnst að mér finnst að Dilja og Ásgeir Orra ég skilja að þau fáið þetta glænýja remix Já. sem er rosalega Styttist í Eurovision og það er komið remix að læginu okkar Íslendinga eigi góða helgi í blíðunni, það er spáð fínast að veðri alla helgina og við heyrumst vonandi á þriðjudaginn í blöggastunni, annars bara næsta föstudag. Takk fyrir okkur í dag. Hér er I'm ready Dilja. to let you go and hold you back no more.